Ég ætla að spyrja aðeins út í að við förum í svona nördadót. Ok. Podcasti sem að þú og Birta ætla að vera með. Já. Hvað heitir það? Hvenær byrjaði það? Og hvernig verður það? Heyrðu, við erum að stefna að byrja bara í næstu viku. Ok. Og þessi þáttur kemur út Miðvikudag næsta. þannig að það verður sennilega komið út þegar þessi þáttur er loftið. Það heitir Teboðið og við erum að fjalla alls konar málefni sem tengist Hollywood en samt erum við bara svona spjalla bara allt í rauninni. Er þetta mikið svona slúður líka? Þetta er ekki beint slúður, meira svona Hollywood. Bara svona Hollywood fréttir? Já, bara eitthvað svona ræða bara einhver X málefni út frá Hollywood. Bara eitthvað skrýtnar Hollywood megrunar kúrar og alls konar svona og við ræðum það og kannski pröfu einhvern af þessum kúrum og Já, ég ætlaði kannski að prófa eitthvað svona kúr og þá síðan segja fólki frá því í podcastunum. Já. Það er bara alls konar svona. Bara tala Hollywood, fegrunaraðgerðir kannski og þú veist, alls konar Hollywood conspiracy theories, ógeðslega mikið af þeim. Nei, það er svo spennandi. Já. En þið ætlaði að fá gestir líka? Algjörlega. Við erum alveg með fullt af gestum sem að Er þið búin að tala við einhverja? Ég veit að það er kannski lindamál núna. Já, við erum búin að tala nokkra. Og eru einhverju búin að segja já? Já, það er margir mjög spennandi fyrir þessu. Þetta er mjög spennandi. Geggjað. Hvernig er þetta að fíla þetta? Við erum með svona podcast. Það er mjög skemmtilegt, sko. Mjög ólíkt öllu sem ég hef verið að gera. Þannig að ég er bara mjög spennt fyrir þessu. Já. Þetta er svolítið spennandi. Já. Ég elskar með svona podcast. Mér finnst það bara ríkala skemmtilegt. Og það er gaman líka því þið er með svona allt öðru sér þátt en ég. Allt öðru sér. En hefur fengið eitthvað feedback frá okkur svona innan fyrirtæki sem hefur séð þetta? Já, þetta lítur mjög vel út, sko. Þetta er mjög skemmtilegt, þetta er mjög bleikt og stelpilegt. Ok. Þannig að því að stúdíu ykkar er bara svona allt öðru sem séð mér. Allt öðru sér. Þetta er svona skemmtilegt. Já. En þú ert hjá mér í dag. Já. Við ætlum að tala um bíómyndir. Og við ætlum að tala um svona nördalar bíómyndir. Það má segja það. Overhættjumyndir. Þú ert mikill overhættjufan, er það ekki rétt? Það má segja það. Ok. Af hverju ertu svo mikill fan? Hvað er það við overhættjumyndir sem þú fílar svo mikið? Ég veit ekki, ég er bara verið svona síðan mann eftir mér. Er það? Bara, já, það er örgulega svona Harry Potter manían sem byrjaði þetta allt saman. Varstu mikið fyrir þær? Rosalega mikið. Ég las alla bækunar á íslensku og ensku og fór alla bíómyndinar og í bíó. Bara, þú veist, ég var all in. Bara herbergið mitt var bara eins og að lappa inn í Hogwarts, basically. Þannig að þú ert búin mikið fyrir þetta bara frá að þú varst ung? Bara mjög ung, sko. Hvað mótar þú? 96, þannig að ég er 24 ára. Ok, þetta er svolítið skemmtilegt, af því að ég er 83. Já. Þannig að munar 13 ára á milli okkar. Já. Og ég er svolítið spenntur að sjá svona hversu mikið við hefum við sameiginlegt í sambandi við eitthvað svona nördadót eða overture. Af því að Birta vinkona þín, ég tók með henni. Já. Og hún er mjög skemmtileg. Geggjað podcast. Já, takk fyrir það. Og hún sagði, strax til þáttinn, hún sagði þú verður að fá Sunnefu. Já. Og ég var bara, er hún eitthvað fyrir svona bíódótt og eitthvað? Hún sagði, hún er alveg nörd. Þú verður að tjekka á henni. Líka ég og Birta er svo miklu andstæður þegar kemur að bíómyndum, sko. Ég held ég bara í alvörinni aldrei farið með henni í bíó. Bara... Það myndi bara ekki ganga, eða? Nei. Hún er bara sagði að þú ert um Harry Potter. Já. Hún sagði, ég get ekki Harry Potter af því að þetta myndi alveg geta gerst. Einmitt. Og þú bara elskar svona dót. Ég elska það. En þú veist, eins og við erum að tala um reality TV og þannig, þú veist, ég fíla það líka. En það er svona meira guilty pleasure. En þetta er svona alvöru pleasure. Þetta er svona alvöru? Já. Ferðu oft í bíó? Rosalega oft. Já, er það? Já. Ég var að vinna í bíó. Í hvað bíó? Í Egilshöll. Varstu að vinna þar? Já, ég vinna frá 2013 til 2017 eða eitthvað. Hvernig var það? Það var geðveikt. Og varstu í miðarsölunni eða í sjoppunni eða bara svona allstaðar? Bara allstaðar, sko. Ég var þannig í mörg ár og þar fékk svona nördin inn í mér svona skína. Ég þekkti ekkert marga sem voru skilur inn í þessu og þarna er ég náttúrulega bara með öllum sem eru alltaf on point og þarna eru allar Avengers og Guardians of the Galaxy að koma út sem var geggjað. Fékkstu ókeypis í bíó? Já, starfsmannum við. Já, var það þá bara fyrir þig eða fyrir þig og pluss hana? Þegar ég var búin að vinna í einhvern next tíma og fekk maður pluss 1, sko. Það fyrstu pluss 1? Já. Og varstu bara alltaf í bíó? Ég bara var alltaf í bíó. Bara alltaf. Þetta var líka svo gott tímabil. Aha. Já, þú veist, þarna eru allar bestu Marvel-myndirnar að koma út. Já, þú ert, hvað sagði, 2013 til 2017-16, eitthvað þannig, ég man það ekki. Já. Það er alveg margar þarna, þú veist. Já, það er rétt. Þetta var 2012. Þegar Avengers fyrsta kemur? Ég byrjaði rétt á eftir því. Ok.
rétt eftir því. En þú ert þess að svolítið mikið fyrir svona Marvel-myndir? Mjög mikið, já. Það vita þetta ekki margir mig. Nei. Og ég reyna að tala ekki mikið það. En heldur þú, ef fólk kemst núna að því, þegar kemst núna að því að þú fílar svona myndir, heldur að fólk líta bara eitthvað öðruvísi á þig eða? Nei, ég veit ekki. Ég myndi frekar, ég held sér bara fyrir mig að því að fólk myndi vera bara, þetta er bara wannabe, hún er bara þykjast. Já, þú meina það, hún er bara reyna að vera svona cool. Já, bara svona, hún er með Thor í story, hún er ekkert að horfa á hana. Ég nenni ekki svona pæli. Já, ég skil þig. Ég hef fengið þannig svona frá fólki, skilur. Fólk heldur ég viti bara ekkert, þannig að ég frekar bara, ég helst bara fyrir mig. Já, ég skil þig. Það er ekki að mér vita það og það er bara nóg. Já, það er líka, þú veist, að því að fólk er svo fljótt að dæma. Og það er bara að hugsa með sér, þessi típa er bara svona og þessi svona og það bara getur ekki verið að þetta blandist eitthvað saman. Alls ekki. Ég, á blaði, eða fyrir fólki, myndi ég halda að ég sé ekki típan til þess að horfa á þetta, skilju, og fíla þetta. En það gerði mér svo spenntan. Já. Að þegar Birta sagði þetta, og ég var bara eitthvað, ok, í alveg er hún svona típa? Mér fannst það svo geggjað. Og ég bara, ok, þá kemur hún svona óvart. Að því að fólk kannski tengir ekki sem venjulega Marvel-myndir við þig, eða skróla ekki um Instagram í höður. Þú sér það ekki, sko. Nei. Einu sem hún myndi kannski taka eftir, en örugglega ekki margir, er að hundurinn minn heitir Bruce Wayne. En það er samt ekki Marvel, en það er DC. Heitir hundurinn Bruce Wayne? Hann heitir Bruce Wayne. Ok, það er svo alveg sem ég heyrt. Hann er geggjaður, sko. En segð mér það, ef hún dregnast barn, þú ert barnlaus eða ekki? Ég er barnlaus. Ef hún dregnast barn, að því að þú byrjar á Íslandi, þá hefur hún náttúrulega ekki eins mikið svona frelsi til þess að skýra, eins og Bruce Wayne, getur auðvitað ekki skýrt sonið Bruce Wayne. En ef þú byggir í Bandaríkjunum, þar svo getur skýrt bara hvað annað sem er. Finnst þér líklegt að þú myndir skýra annarkvort sonið eða dóttir þína eftir eitthvað svona nördadóti? Ef ég fengi 100% að vera ein í að ráða því, þá já. Er það? Ég hef bara alltaf sagt bara, börnin mín muni heita, ég muni eignast 2 stráka, Thor og Loki. Er það? Já. En nú gætur þú skýrt hann Thor og Loka? Ég vil Thor samt. En það er samt líka til á Íslandi. Já, T-H-O-R. Já, það er rétt. En það má samt enginn kalla hann Thor af því ég vil hann heiti Thor. Það var pronounced þannig. Og Loki líka. En það Loki bara til að þessi millinafn, ég er alveg búin að googla þetta. Þú er búin að tjekka það? Já. Já, þú myndir skýra Thor og, ef þú myndir eignast tvíbura, stráka, það er frá Thor og Loki. Já, en helst eldri Thor, Loki, yngri. Já, þú meina það? Já. Djúvill það ekki. Eða ætla skilur Loki, skilur. Djúvill það ekki aðeitt. Það var bara alveg eins. Já. En ef þú myndir eignast stelpu? Það bara veit ég ekki, sko. Þú ert ekki að pæla eins mikið í því? Nei. Tengið þú ofurðu meira við kalla heldur en konur? Í rauninni, já. Það eru svo fáir karakterar. Sem eru konur? Já. Já. Og, já. Finnst þér það leiðild? Pælar eitthvað mikið í því? Pæla ekki í því. Nei. Kannski eftir maður að pæla í því. Já. En ég gera það bara ekki. En það eru rosalega flottar ofurðu konur, sko. Það er bara minna af þeim, náttúrulega. Já. Ég samdi 10 spurningar. Já. Og þetta er nördaspurningar. Þetta er nördaspurningar. Og ég var svo spenntið fyrir þessu. Ég elska búið svona spurningar. Og ég bara, ok, hvað langar maður að spyrja? Hvað vil ég vita? Og ég leit bara það þannig, ef ég myndi hitta þig bara í partí eða eitthvað, og eitthvað myndi benda mér á, þessi stelpa hana, hún elskar Overwatcher. Þá er þetta bara það spurningi sem ég vil spyrja þig. Okay. Þannig við erum bara að fara gegnum þennan í podcastinu. Já. En þú las spurningarnar og ég var svo glaður að þú sagði bara, þetta er ekki ekki spurningar. Já. Þetta er bara ég laka til. Bara geggja spurningar. Ég skrifa ekki svo neitt niður. Ég var bara, já, ok, til ég það. Ok, þær tengjast allar Marvel. Já. En við munum alveg fara út í líka DC og svona. En ég vil bara spyrja þig núna strax. Ok. Ertu hrifnar af Marvel heldur en DC? Já, í rauninni. Svona yfir höfuð? Já, ég myndi segja það. Okay. Marvel er einhvern veginn mun stærra og betri ekki myndir. Eins mikið flopp og DC hefur verið inn á milli. Það er eitthvað rétt. Þetta er svo mikið bara heimur, skilur MCU, bara svo geggjað. Hvernig ná tengið og svona? Já, þetta er svo útpælt. Algjörlega. Þess að release datearinn er alltaf bara svo langt fram í tímana þegar þeir eru bara gegnum bara tímalínuna bara alveg. Hvernig fílar það eins og þegar þetta byrjaði? Sérstaklega Marvel Studios, ég veit ekki hvort það var margir sem er að hlusta þátt að horfa, fatta munin á Marvel og svo Marvel Studios, að því að eins og þú veist, þá byrjaði að framleiða sín eigin myndir. Einmitt. Og byrjaði með Iron Man. Já. Svo voru með Iron Man, Hulk, Thor, Captain America. Svo var þetta allt tengt saman. Já. Og svo sami heimur. Já. Svo kom Avengers. Hvernig fílaði það? Bara mér finnst það geggja. Já. Einu sem vantaði var náttúrulega
Hulk eins og við þekkjum hann dag. Já, með Mark Ruffalo og, einmitt. En ég samt, original Hulk-myndunar geggjaðar bara. Þetta svo mikið svona einhver sem að horfa á þeim var yngri. Og svo vantaði líka þetta, svo kom seinna eins og Spider-Man. Já. Því Spider-Man var partur af Sony. Sony keypti réttina. Já. Þannig að Marvel gæti X-Men. 20th Century Fox áttu X-Men og Fantastic Four. En Disney er búin að kaupa 20th Century Fox. Já, það. Er það nýtt? Það er kannski ár síðan. Já, ok. Tæft ár síðan. Þetta er svona nýkomið að fara í gegn. Já. Sem þýðir að við eigum eftir að sjá, ég skal lofa því, við eigum eftir að sjá eftir mynd sem heitir X-Men vs. Avengers. Oh my god. Myndi líði yfir þið þegar svo mynd kemur út. Já, það fer samt eftir hvaða hlutverkum ennþá, sko. Ég er svo invested í þessum leikarum. Já, þú meinar ef að Thor-ríni, þá viltu að Chris Hemsworth leika. Já. Vist, sé fyrir mig kannski 10 ára og það gerist og það er bara eitthvað allt annan, ég veit ekki alveg hvernig ég myndi taka það. En það er sama eins með Batman, skilur. Já, nokkri leiki hann. Já, en maður tekur það alltaf svo í sátt, af því að þeir velja yfirleitt leikara sem standi sig vel. Ertu spennt fyrir The Batman með Robert Pattinson? Já, ég er spennt, sko. Ég líka. Veistu þetta lúka? Já, ég var ekki til að byrja með, en eins og sagði það hann, ég horf ekki að trailera. En ég var ekki búin að gefa mér það að horfa á trailerin. Og ég var bara svona Robert Pattinson Batman, ég bara, Christian Bale er bara minn Bruce Wayne bara for life. Finnst þér hann bestur? Já, hann er bara mín svona kynsló líka. Já, hann er að koma út þegar hann byrjar 2005, þá ert þú 9 ára. Já. Svo 2008, þetta er svona þegar þú ert að svona mín úlingsár og já, þegar þú ert að stækka, þá er Christian Bale Batmanin. Já. Hann er líka svo góð leikari. Hann er geggjaður leikari. Mér finnst líka þegar leika svona overtures, einhverjum leikarar, þá finnst mér að verða að geta uppfyllt að leika eins og í tilviki Batmans, að geta að leika Bruce Wayne, en líka að leika Batman. Nefnilega. Skilur. Mér finnst það að George Clooney, það er sem ekki dröðlaður hann þegar hann leik Batman. Mér finnst hann alltaf í lagi Bruce Wayne, en mér finnst hann hræðilegur Batman. Já, einmitt. Það er alveg, það er mjög góða punktur, þetta er 2 identity. Það er nú málið, og þú verður að geta púlað báða. Þetta er svo mér fannst eins og Ben Affleck. Já. Mér fannst hann alveg svolítið töff sem Batman. En ekki Bruce Wayne. Ég var ekki að kaupa sem Bruce Wayne. Nei, sammála. Þú sammála því. En Christian Bale fannst mér töff sem Bruce Wayne og Batman. Hann er perfekt. Já, hann er nefnilega mjög perfekt. Hvernig fílar röddinas þegar hann var Batman? Ég fíla það. Það var ekki aðstæðlega? Nei. Það er bara einhvern veginn svona original fyrir mér. Ég horfði ekki á allar gömlu fyrir enn seinna. Ertu búin að sjá þar allar núna? Já, en það er svona alveg frekar langt síðan. En varstu hugsaður með bara, þetta er bara glata? Já, bara, þú veist, Penguin Man og allir þessir, skilur, ég var bara Þú veist ekki að fíla það? Nei, ég var ekki alveg þar, sko. Það var svo mikið, þú veist, Christian Bale er bara búin að gera og mála bara þessa mynd af Batman, þessi Batman heimur, skilur. Það er líka svo erfitt að þú ólst upp við þessa myndir. Batman Begins, Dark Knight, Dark Knight Rises. Þetta eru svo góða myndir. Svo góðar. Það eru svo rosalega góðar. Og það er ekkert allt of algengt í overtures-myndum að þessi svona vandaðar. Einmitt. Þannig fyrir þig að fara síðan í Batman frá 89, Batman Returns, Batman Forever, Batman Robin. Það er svolítið mikið stökk. Það er það. Gæðastökk. Já, en samt einhvern veginn ætti alltaf að vera í lagi, sko. Eins og með Star Wars. Ég var náttúrulega ekki uppi þegar original myndina voru, en ég elska þær. Já. Mér finnst það geggjaðar. En já, það er við klárum aðeins Batman-myndina, því að fyrsta myndin sem kom út með Michael Keaton, með Joker. Já. Mér finnst það geggju. Já, ég þarf örugglega bara að horfa á þetta aftur. Já, en það er svo erfitt að bera hana eitthvað saman við Dark Knight til dæmis. Já, einmitt. Það er ekki hægt. Þetta er alltaf annað, bara einhvern veginn. Þetta er allt annað. En fyrir aðeins í Star Wars-umræðu, þú sagðist vera mikill Star Wars aðdáandi. Já. Þú ert búin að sjá það allar? Já. Hvað finnst þið svona bestu svona trilogíunar? Eða trilogían? Þetta er erfið spurning. Af því að original er alltaf bara best. Já. Það er lang best. En ég var alveg góðu fan af Force Awakens, sko. Mér fannst hún geðveik. Ég er sammálaður. Mér fannst hún geðað skemmtileg. En hvernig fannst þið síðan Last Jedi og Rise of Skywalker? Svona mér fannst alveg gaman að horfa á þær, skilur við. En það voru ekki eins geggjaðar og Force Awakens og ekki eins geggjaðar náttúrulega og original. Nei. Og svo líka þannig sequelið þannig hvað hét hún eftir sem kom hann að millimyndin? Rogue One. Já. Eða Solo. Han Solo. Já, Han Solo líka flop fyrir mér. Já. Samt skemmtilegt. Þetta er góð skemmtun.
Já, ég bara einhvern veginn, mér þykir svo ógeðslega vænt bíómyndir. Þetta bara mín ástríða bíómyndir. Og ég elska overage-myndir. Ég var líka svo spenntur þessu spjalli að því ég er búin að taka núna svolítið marga podcastþætti, engan overage þátt. Það bara skrítið. Það er pínu skrítið. En við erum svo perfekt. Nú er ég að hitta manneski sem ég þekki ekki neitt, sem elskar overageur, þá getum við deilt svona okkar ástríði. Algjörlega. En með Force Awakens, mér ást ekki. Mér ást Last Jedi hundleðra. Já. Og mér ást Rise of Skywalker drasl. Ok, það er stór orð. Þetta er stór orð. Mér leiddist í bíó. En ég skil því alveg, sko. Ég skil hvort fara. Mér ást rosalega munur á skemmtanagildunni í Force Awakens. Já, allan daginn. Ég er mjög sammála. En það er bara svo gaman að fara inn í hann heim alltaf aftur, finnst mér. Þess ég er svo til í að fara í bíó og horfa á það, skilur. Að horfa Star Wars. Já. Horfður á Mandalorian þættina? Nei. Það ekki með að tjekka þeim? Nei, hundur ekki. Þeir eru fínir, sko. Já. Þeir eru betri en allavega Last Jedi og Rise of Skywalker. Er það þættininn svona nýju með Baby Yoda og allir því? Já. Þá er það ekki með neins svona Skywalker karakter. Nei. En þú ert með alveg svona töff svona... Heiminn svona. Já, þú ert með Star Wars heiminn. Ég mæli með að tjekka það. Já. Þeir eru skemmtilegir. Ég er að tjekka því. En já, ég var svo leiður þegar ég labba út á Last Jedi. Af því að Force Awakens. Svo góð. Mér finnst þetta bara, já, hún er svo skemmtileg. Þó margir að sagt, já, þetta er bara sem þessu endi gera gamlu myndunum. Mér er alveg sama. Nei, mér líka. Þú ert með þess að 3 karaktera. Mér finnst þau öll svo skemmtileg. Svo skemmtileg. Gott chemistry, bara virkilega skemmtileg mynd. Líka bara að sjá alla aftur í fyrsta sinn í langan tíma. Bara, algjörlega. Chewie kom, ég heldur bara að missa vitið, skilur. Þetta bara svo... En þú sagði mér eitt aðan. Það er spurning hvað þú viljum opinbera það. En átt þú okkur Star Wars vörur? Já, og mikið að því, sko. Er það? Já. Ég er með lightsaber í hliðina á rúminu mínu sem ég nota alltaf til að slökka ljósið á nóttinni í den, en núna er það bara liggur að hana, sko. Býtu, hvað meina notar það þess að íta takkan? Þetta er svona skilur við. Það fyrir svona inn og svona áfram. Já. Og svo getur við kveikt að því, skilur við. Þetta er ekki fancy, skilur við. Þetta er ekki svona eitthvað sem kostar ógeðslega mikið pening og... Nei, því miður. Er það svona dót? Já. Ég keypti þetta ekkert í mann, ég veit ekki af hverju, sko. Ok, en þegar þú slökktir ljósið, varst þú að íta bara á takkan? Já. Þú veist, ljóstakinn var svona alveg út í enda á rúminu mínu. Þannig ég tók þau og slökkti ljósið. Og þú veist, já. Besta saga sem ég heyrt. Það? Þetta er ógeðslega fyndið. Þetta er geggjað. Já. Mér finnst það bara töff. Með lightsaber, þú notar þetta að slökkva ljósið. Þú ert eini sem finnst þetta töff. Já, kannski. Ég er líka bara algjört nörd. Já. Það er bara þannig. Þannig að þegar þú segir að þú eigi lightsaber og það er á náttborðinu, er það enn þann dag í dag? Það er bara líka við hliðina á rúminu mínu. Já, ennþá. Er það á náttborðinu eða bara á gólfinu? Á gólfinu, eða þú sér það ekki að labba inn til mín. Þú þarft alveg svona... Er það undir rúminu? Nei, það er svona hliðina á því bara. En ok, ef það er ekkert upp á borðið, af hverju ertu með það? Af hverju ertu með lightsaber, fyrst það er ekki upp á borðið, þú ert ekki notað lengur til að slökkva? Ég veit það ekki. Það er bara... Lítur á þetta sem bara eitthvað svona... Þetta er bara the space, þetta á bara að vera á það. Eða þú meinar? Ég gæti alveg verið búin að hendi þessu. Já. Ég er ekki verið að gera það. En er þetta alveg svona eitthvað sem kaupir bara svona dótabúð? Ég held að ég hef keypt í dótabúð, já. Ég bara get ekki sem muna það. Hvað langt sem keyptir það? Mörg ár, svona. Ekki nógu mörg. Já, þú varst alveg orðin þrosku manneskja. Ég var alveg svona táningur, sko, svona 15, 13, 14 ára eða eitthvað. Og þegar þú keyptir sverðið, þú fórst í búðina, hvað fór ekki um hausuna? Varstu bara ekki, ég verði að eignast lightsaber? Já. Aha. Já. Er ekki allir sem verða að eiga lightsaber? Jú. Ef þú sér það? Reyndar, en þá er líka að spyrja þig. Þú vilt kannski ekki svara þessu. En varst það að leika þig með það? Það er alveg til einhverju vídeo af mér að... Er það skilmast? Nei, mér er svona eitthvað bara að djóka með það, sko, eða þú veist. Klæddi mig einu svona upp í Harry Potter búning með Darth Vader grímu og sverðið og blandaði þessu einhvern veginn saman með Lord of the Rings í leiðinni og systir mín á þetta vídeo af mér, þar að þú veist. Það mun almenningur aldrei sjá þetta. Nei, ég reyndi ekki, sko. Ég held að enginn vilji sjá þetta. Já, þú meinar. Já. En náður að blanda þessu saman og var þetta að lukka? Mér var það, sko. En þú veist, nei. Þetta var bara djók, sko. Hvað litur á sverðinu? Rauður að sjálfsögðu. Já, ég ætla að spyrja þig. Ef þú getur eignast alvöru gildsverð, hvernig er það á liti? Rautt. Af hverju? Það er uppáhaldsliturinn? Nei. Bara... Viltu vera vondur? Viltu vera Sith frekar en Jedi? Ég er einhvern veginn... Ég fer alltaf að halda með... Mér þykir alltaf mjög vænt Vondugurana líka. Aha. Ég er alltaf þar.
Líka með Darth Vader, bara þegar hann var að... Geggjaður, Anakin, Darth Vader, ég bara love it, sko. Þannig að þegar þú horfður á Star Wars, erstu það bara eitthvað svona, ég held með Kylo Ren? Ok, Kylo Ren er svona allt annað dæmi. Ég væntanlega held ég með Kylo Ren. Geggjaður. Já, ef þú fílaðir hann? Já, elskan. Hvernig varst það gríman hans? Geggjuð. Já. Mér varst það svo penandi í 2, þegar maður hjálmar hann svo geða töff. Hann er bara tekið, hann eitthvað eyðilegan í 2. Já. Akkur það gera það? En þú veist, það er svona bara öðru, skilur, yfir. Já, þetta var svo cool hjálmur. Já. Og það sem ég dettur í hug er bara að leikarna satt bara eitthvað, herðu, það er enginn að sjá mig hérna. Leikar er oft þannig. En hann var alveg eyðilegur. Hann skemmi hjálminn í 2. Já. Hann brýtur hann, svo í Rise of Skywalker, þá lagar hann hjálminn, mannst ekki? Já. Þess vegna var hann svona brotinn, eða ekki? Jú, þess vegna var brotinn, hann var cool. En mér varst það líka alveg töff fyrstu myndinni, þegar hann var bara heill, ekki skemma hjálminn. En mér er svona gaman svo mikið að sjá hann, því hann er svo mikið svona persóna, hann er ekki bara eitthvað laga hjálmar. Já, geðviks. Já, geggjaður leikari. Dýrskað, sko. Finnst hann heitur? Heitur, ég veit ekki, ég finnst karakterinn bara geggjaður. Mér finnst það að því að ástæður spyrði er að hann fekk svona einhverja gagnrýni á sig. Bara eitthvað, mér finnst það svo skrítið. Ég las það. Fyrir að vera ekki myndalegur. Já, vera ekki heitur. Er það grínast? Að það er ekki Chris Hemsworth eða eitthvað. Ok, ef þú fer á TikTok, hvað er gælur að missa sig við því? Yfir honum? Já. Hann er hann er bara flottur. Mér finnst hann æðistur. Já, mér finnst hann æðistur leikari. Sem venjulegur, þú veist, leikari og myndi ekki horfa á tvisar, en sem Kylo Ren finnst mér hann bara... Geggjaður. Já. En ég hef líka séð hann bara öðru. Mér finnst bara dröldi góði leikari. Ég hef reyndar ekki séð aðra mynd með honum. Sástu þætti sem heita Girls? Nei. Þeir eru heldur góðir. Hann lék þar. Ok. Og þar sá ég hann fyrst. Já. Þannig þegar ég sá hann í Star Wars, ég var bara, wow, hann getur... Hann leikur svona skrítingaur í Girls-þáttunum. Ok. Svo leikur hann bara eitthvað gett cool guy í Star Wars. Mér finnst það geggja. Já, einmitt. En hvernig varst það að fíla Darth Maul í prequel með svona double-sided lightsaber? Hann var með svona, hvað skilur honum? Ég man Darth Maul, en... Hann var ekki bara með gilsverð. Já, ég er talað um double-sverðið hans. Já, hann var svo með prik, fattur eða... Já, geðveikt. Fannst það töff? Já, þú veist, þegar maður er að leika að lightsaber þá var maður að vera hér, sko, þú veist. Ég myndi alltaf að kaupa mér sverðið hans Darth Maul upp á vegg sem lampa. Eða það? Já, það er nett. En langaði ekki því að ég hef séð í verslunum, og ég hef kannski, fólk kannski búið að fatta nú sem að hlusta á þátt eða að horfa, þetta verður nörd á þáttu döðans. Já. Að ég er að nýta tækifæri að þú sett nörd, þá getur við tala um alls konar hluti. En ég hef séð í búðum, þá getur við keypt lightsaber. Það var geðveikt flott, kostar svolítið pening, en þá fær ekki geislan, skilur. Hvernig, væri ekki til leiða svoleiðis? Jú, alltaf, ég gaf litla bara á mínum manni í jólagjafinu. Eða, bara svona alvöru? Já. En hvaða sverð myndur þú kaupa? Þegar þú getur keypt eftir karakterum, myndur þú að taka Darth Vader eða? Sko, já, ég held að myndi taka Vader, að því Kylo er nettsverð líka, með svona út, svona... Hvernig varst að fíla það? Góð svona eitthvað geislan út? Svona töff. Smá svona extra spicy. Já, svona öðruvísi. Já. Maður hefur ekki séð þetta áður. Það er svona þetta er náttúrulega bara eina sem er svona skrítið, er svona öðruvísi, er hans og náttúrulega Maul. Já. Þannig að það er alveg skemmtilegt að koma með eitthvað nýtt. Að þið hinur alltaf eins í rauninni. Já. Bara öðruvísi litur, en í rauninni eins bara sverðið sjálft. Já. Að því að hann fekk líka svona gagnrýni. Hætti. Sérst, ekki leikarinn sjálfur. Nei. Það er ekki honum að kenna. En eitthvað mér setið bara aðstæðanlegt eitthvað, kemur eitthvað svona, þetta er ekki alveg sverð og eitthvað. Mér finnst það bara cool. Mér finnst það cool líka. Mér finnst það töff myndir að hann býr þetta sjálfur. Já, var það þannig? Manst ekki, hann bjóða til í rauninni sjálfur. Sérst að karakterinn, Kylo Ren. Þess vegna var það svona gróft. Já. Það var ekki svona eins... Það var svona raw, það var ekki svona slík eins og hjá Luke Skywalker. Einmitt. Það var mjög töff. Herru, förum aðeins í, ég geti talað endalst eitthvað svona nördadót, svo þetta verði ekki 4 tíma þáttur. Já, næsta spurning. Þá ætlum ég bara að spyrja þig. Strax. Okay. Þetta er bara fyrsta spurningi. Erum ekki búin að taka neina? Nei. Við erum bara að blaða eitthvað allt annað. Okay. En það er bara gaman. Já. Fyrsta spurningin, hún er mjög einföld. Hver er uppáhalds Marvel-myndin þín? Uppáhalds Marvel-myndin mín? Já, þú þurftir að velja hérna. Þú mátt alveg 2 að þú vilt svindla. Ég vil svindla? Ok, fyrsta sem mitt eftir hug er Thor Ragnarök. Hún geggjuð. Það er bara því ef mér leiðist langar að horfa góða mynd, ég kveiki á henni. Þetta er bara uppáhaldsmyndin mín. Bara yfir höfuð. En já, ég verði að segja hún, en mér finnst Endgame og Infinity War líka geggjaðar. Ok. Þannig að Ragnarök, ertu ekki saman með það að það er finnasta myndin? Lang. Já. Lang finnasta. Ertu þá spennt fyrir næstu?
Já. Thor Love and Thunder. Svo spennt, það grínast? Ok. Ertu ekki spennt fyrir hann? Jú, sjúklega spenntur. Já, ok. Ég bara spenntur að heyra svona hver þú spennt fyrir? Ok, það uppáhaldsmyndin, Thor Ragnarök. Hvernig varst að fíla fyrstu, Thor, og hvernig varst að fíla nummer 2? Sko, fyrsta geggjuð, finnst mér. En nummer 2 var ekkert það góð. Líka. Þú veist þú hræðileg. Ég veit það. Það að segja það allir, en ég elska Thor svo mikið, en ég geti sagt að mér finnst hún hræðileg. Ok, þannig að Thor örugglega svarið við einn spurningu eftir. Já. Ok, hvað er það karakter sem fílar, eða Chris Hemsworth, eða bara þessi blanda? Þessi blanda, þessi heimur, bara norræn góðafræði, mér varst það skemmtilegt þegar ég var yngri. Þannig að sjá þetta í spin-off í bara ofurhetju heiminum, geðveikt. Ég líka bara big fan of Loki, þannig að... Og þá líka bara Tom Hiddleston leikarin. Og samt bara sem Loki. Já, ég skilji. Þú bara elskar karakterinn. Ég bara, karakterinn samt að þarf að vera hann líka, þarf að vera Tom Hiddleston, skilur. Ég myndi ekki fíla einhvern annan Loki, held ég, sko. En þú ert kannski ekkert endilega eldan yfir ykkur aðra myndir en leikara? Ég gerði það alveg, sko. Já. Hann kom út okkur mynd fyrir nokkrum árum, sást hann eitthvað hryllingsmynd. Hvað hét hún? Allavega, hún hræðileg. Já. Og þá hef ég ekki eldan mikið lengra en það. Ok. En þú bara elskar hans að Loka? Já. Ok, þannig að þú myndir segja að Ragnarök er best af þessum Thor-myndum. Já. Og svo fyrsta. Já, og svo tvö síst. Já. Það er líka, þetta er ekkert spoiler, við fara að ræða um það. Já. Loki deyr náttúrulega. Einmitt. Innan geðslapa. Einmitt. Og það var erfitt fyrir mig, sko. Já, ég hataði myndina strax, sko. En nú er að koma, fyrst þú elskar Loka. Já, þú veist hvað ég er að segja. Já, ég veit hvað ég er að segja. Það er að koma sería. 6 hours af Loki. Ég er svo til í það, sko. Já, þú bara elskar hann svona mikið. Ég elskar hann svona mikið, Elskar hann meir en Thor? Ég held það. En ég elskar samt Thor mjög mikið. Þeir eru alveg svona mjög nálægt. Ok. En bara þegar Loki kemur í öllum þessum, bara þessar seríu, bara öllu, þá er ég bara, ég fæ bara svona, yes. Geggja, hann er bara varð rosalega vinsæll. Rosalega. Karakterinn líka bara leikarinn. Já. Fólk bara dyrka hann. Og hann var líka flottur í Avengers, sem vondikallinn. Já. Ok. Mér finnst hann bara einn af bestu karakterunum bara í bara öllum Marvel heiminum. Í Marvel heiminum. Já. Ég er ekki ósamlegur. Mér finnst það mjög skemmtilegur. Já. Mér finnst það vantar svolítið góða svona vondikalla í Marvel. Af því að ég er svo mikil Batman-maður. Já. Það er alltaf í DC. Mér finnst Heath Ledger sem Jokerinn geggjaður. Mér finnst það æðislu karakter. Já. En mér finnst vanta virkilega góða, Loki góður. Mér finnst Thanos líka flottur. Thanos er geðveikur. Hann er geggjaður. Það er örugglega minn uppáhald svona villen í Marvel-myndunum. En það búið svo margir eitthvað svona... Já, ég er alveg sammála, jú. Svona bara eitthvað boring. Já, rosalega margir. Já, eins og í til dæmis Thor 2. Já, hann er álónir. Dark Elves. Já, Dark Elves. Og mér finnst hann bara ekkert... Ég man var eftir hún. Nei, same, já. Það er aldrei lélegt, það er alveg rétt í þess. Já. En það einhvern veginn bætir upp fyrir það hvað ofurhetjunar eru góðir karakterar. Já. Það þarf einhvern veginn bara eitthvað lélegan villan, þú veist, það komast upp með að gera svo lélega villans. Já, en sérðu hvað þetta verður geggjað þegar þú ert með flottar ofurhetjur. Sérðu hvað þetta verður geggjað þegar þú ert með cool vondikall eins og Thanos. Nákvæmlega. Þá verður þetta bara töfrar. Já. Fyrst mér. Sammála. Ok, spurning 2. Já. Hvaða Marvel-mynd finnst þér vera alveg glötuð? Ok, fyrsta sem ég dettur í hug er reyndar úr X-Men heiminum, Dark Phoenix. Hræðileg. Og Fantastic Four 9 enna. Shit, sem við bara reynum að gleyma að hafa gerst. Það var leiðileg mynd, maður. Ángríns, svo leiðileg. Ég var að gleyma henni, sko. Já, en þú sást hana? Já, ég sá hana. Fórstu hana í bíó? Já, það sjálfsögðu. Þú fer allt í bíó? Já, ég fer allt í bíó. Shit, ég held þú sért að fara, að því að mér langar svo að sjá í dag, eftir samtala okkar, ef við erum í svona nördakeppni. Hver er búin margur í bíó? Ert þú meira nörd en ég, eða er ég meira nörd en þú? Ég er spennt að tjekka á því. Þú ert pottet meira nörd en ég. Heldur það? Já. Það kemur ljós. Það kemur ljós eftir þáttin. Ok, þannig að þú fer allar sem myndir í bíó. Já, ég verði veginn það. Ég gera það líka, en ég fór ekki á nýju Fantastic Four. Fórst ekki á hana? Nei, veistu það, ég gata ekki. Nei. Ég var svo lítið spenntur fyrir henni. Ég var ekkert spennt fyrir henni, en þú veist, mér er svo gaman í bíó. Já, þú meinar. Þannig að þú hendið þér á hana. Ég hendi mér á hana, sko. Já, hún var hræðileg. Hún var hræðileg. Hún var mjög hræðileg. En ertu spennt samt fyrir því
að núna eru Fantastic Four, núna til þeir Marvel Studios. Þú gæti fengið góða Fantastic Four mynd. Nefnilega, að því Fantastic Four original var geggjuð á þeim tíma. Já, gömlu? Fannst mér, já, ég varst það. Okay. Að þetta var svona eina myndir sem ég átt að spólu, ég var bara, sett hann oft tækið, sko. Og fílar þetta, það var komið 2, fílar það báðar? Ég fíla allavega fyrstu. Ég man ekki eftir nummer 2. Silver Surfer var 2. Já, jú, ég man eftir henni. Og mér fannst hann alveg svolítið skemmtilegur. Já. En ég veit ekki alveg með, Landsjón sástar? Rosalega. Já, ég hugsa þú horfa þér í dag. Já, það myndi mér örugglega finnst þannig, sko, þar. Ég held ekki. Ég held sem marga myndir þannig að maður virkilega ekki vera að horfa á þær aftur. Nei, en finnst þess samt ekki að myndir eigi að geta staðið tímans tönn og svona að einhver leiti? Já, kannski einhver leiti. En samt einhvern veginn svo mikið eitthvað sem að bara á heima í þessu tímabili. Já, kannski. Sérstaklega þarna, tæknin var líka bara ekkert geggjuð og... Það voru líka eins og með þessar gömlu, það kom á svona bylgja. Byrjaði svolítið með X-Men fyrstu. Já. Það eru 20 ár síðan hún kom út. Einmitt. Svo komu nokkrar svona myndir. Spider-Man með Tobey Maguire. Hvernig fílaðu þær? Ég fílaði þær. Hvernig finnst hann sem Spider-Man? Mér fannst hann alltaf geggjaður, sko. En núna í dag, hann ekkert upp á all Spider-Man minn, sko. Nei, eða Tom Holland? Já. Já, hann líka. Hann finnst mér ná Peter Parker og Spider-Man. Sammála. Hann líka lítur ekki út fyrir að þrítur eins og Tobey Maguire þegar hann... Nei, einmitt. Allt og gamall. Allt og gamall? Já, meikar ekki sens. Peter Parker er ekkert svona gamall? Nei, hann bara krakki. Er Tom Holland sérst upp á Spider-Man-in? Áttu upp á Spider-Man-mynd? Já, það er bara Homecoming. Já. Hún er heldur góð. Hún er mjög góð. Já. Svona skemmtileg. Hún er það, sko. Já. Mér varst líka Michael Keaton góður sem mótikalli. Já, sammála. Já. Þú veist verður með bara heldur góða smekk. Já, takk fyrir það, svo viljið. Við erum bara sammála flestar. Ok, þannig að þú myndir segja að það væri þá Fantastic Four gamla, eða sem kom hann að nýja. En hún er í dag örgulega 5 ára gömul eða eitthvað. Já, er það? Ég held það. Ok. Hún er örgulega alveg 2015 eða eitthvað. Þetta líður svo hratt. Vá. En svona Marvel Studios mynd. Varstu ekki með eitthvað, þú varst með eitthvað aðra? Þú varst með Dark Phoenix. Já, Dark Phoenix. Já, það hún er fyrir utan Marvel Studios. Já. Hvað er einhver sem mannst eftir? Fannst þér Iron Man 3 góð? Fannst hann ekkert spes, sko? Nei, ég held ég ekki horft á hann oft. Nei, mér fannst mikið að gerast já, þetta var út fyrir Marvel einhvern veginn, þú veist, ég var svona ekki að fíla þetta. Hún var ekki skemmtileg? Nei, samanlega. Já. Mitt persónulega val væri Thor 2. Já. Mér finnst hún hræðileg. Ég hef alveg heyrt þetta oft, en ég stend með mínu manni, sko. Þínu mönnum? Já, mínu mönnum. Loka og Thor? Já. Bestu mínir. En Chris Hemsworth, er það svona þitt man crush? Nei. Ekki? Nei, þú veist, jú. Já, ok. Ég held kannski að þú bara dyrkar hann. Nei. Og svo er hann líka overtjátt, þá bara verður þetta alveg. Ekkert út fyrir Thor, sko. Það er bara hann í Thor, sem Thor. Þetta er áhugavert. Já. Mér finnst hann bara vennilega flottur maður, skilur, en út fyrir það, sko. En eins og með, hann er svolítið öflur, Thor. Hann er alveg mjög, hann er bara guð. Já. Ertu hrifnari af svoleiðis karakterum, sem eru bara svona geðveitt öflugir, frekar en einhver svona... Nefnilega ekki, sko. Þú sér Batman, Bruce Wayne. Hann er ekki með superpowers. Hann er bara filthy rich, skilur. Það er þetta rétt. Ertu mikill Batman? Já, mikið Batman. Hundurinn minn heitir Bruce. Það er svo geggjað, ég elska það. En þannig að ef ég spyrir þig núna eftir, ég er að fara að koma til núna, þriðja spurningin. Ok. Hver er þín uppáhalds kallkyns Marvel overtja? Það væntanlega Thor. Já, Marvel, já. Thor. En ef ég myndi spyrja, hver er bara þín uppáhalds overtja yfir höfuð? Ég get ekki valja. Þú veist, þú verður að gefa mér. DC og Marvel. Aha. Já. Getur ekki gert upp á milli þeirra? Getur ekki sagt ég elska Thor meira en Batman? Eða... Þetta er svo ógeðslega ólíkt. Það er ekki hægt að bera það saman. Já, finnst þið það? Já, mér finnst það. Ok, uppáhalds DC origin? Batman. Alldæm. Ok, hvað er það sem þú fílar við Batman, karakterinn? Bara söguna. Bara Bruce Wayne og þú veist, bara allt að baka þetta. Missi fóldrarna sína og... Já, það er bara svo mikið saga og bara þessi playboy, einn og ég veit það ekki, þetta er bara svo góð saga. Þú veist, þetta er bara heimurinn, bara töff. Já, bara Gotham og þetta er svo mikið saga. Ég elska það. Já, ég er samfélag. Ég get til dæmis valið, ef þú spyrir mig, ég get bara valið upp á svo orðið mín. Hver er bara punkt, það er Batman.
hann bara toppar allt bara yfir alla Batman, hefur alltaf verið það hugsa að verða alltaf að ég er sammálar, mér finnst bara allt töff við hann Sagan, Gotham, hann vondugallan hans, fíla þá það er svo margir sér fíla í hans heimi rosalega Bane, bara geggjaður Bane, Joker, Catwoman mér finnst mér þess að hvað sittur að hlæða mér finnst Mr. Freeze skemmtilegur, ekki í myndinni hann var ömurlegur en svona í sögunum, mér finnst hann alveg fín Two-Face, Riddler fullt af hínum en þá ætlum ég líka að spura einu og ég vil ekki glemma því lestu Terminator? Ég hef ekki gert mikið að því en ég á nokkrar en nei ég er ekki alveg þar en lestu yfir höfuð svona einhverja bækur? Þú sagðist að lesa Harry Potter en það er eiginlega bara as far as it goes ég las líka Lord of the Rings og Hobbiton þú meira ekki skilja svona fantasy dóti ég les ekki mikið til skemmtunar eða spækur ég vildi ég myndi gera það en ég gera það því miður ekki finnst það bara ekki skemmtilegt eða hefur bara ekki svona tími að ég held þetta bara tími þú veist ég er í skóla hvað er það að læra? Viðskiptafræði hvernig fyrir það? bara fínt sko en svo dóverið eru skemmtilegri miklu skemmtilegri, ég er alveg til að læra það það er gott, læra að vera ofuritsja að taka BS í ofuritsjafræði en ef þú fengir eitthvað ofuritsja kraft oh my god, þetta er ekki á blaðinu nei, veit það ég sagði við þig, ég var með svona 50 spurningar þetta er erfið spurning já, þetta er rosalega, þú voru að gefa mér eða svona valmögulega ósynleg þetta já, það er svona nokkur sem er eftir í hug ég hef mikið pælt í þessu þetta er sem gerist þegar maður svaka nörd maður pælir svona dóti þetta er sem að pæla til dæmis í hvort myndi vinna í slag Superman eða Hulk hvort myndi þú segja um til vinna? Superman eða það? eða það ekki? Jú, ég er samanlegar bara fá það hérna reynd hann er bara allt bara Hulk gæti alveg dáið ég held það líka því Superman hann er ekkert bara sterkur nei getur ekki bara gripið hann, flóið maður upp í game og þá missa hann meðutund eða bara hann kapna bara nákvæmlega easy við erum saman á þetta en þú getur verið með ofurstyrk ósýnileg með ofur hraða, flóið getur orðið svona mystík breytir í hvert sem er eða teknik skilur þau, fullt að dóti til það er svona, fyrir eftir hvað myndi nýðs mann í daglegu lífi myndi maður geta teleportað er það eitthvað? Ég held ég væri til að geta teleportað það er heldur gott ég hugsa að það myndi nýtast best ég held það nefnilega líka sparar heldur pening og getur farið bara hvert sem er bara hvað, ég ætla bara heim, þá bara teleportar þig ég ætla að fara til, og þú gæti þá fara bara til Bali, skilur ég er að segja það, ég get bara fara til útlanda tekur ekki 24 tíma að bara fljúa að ég fór að pæla í, ég tók upp podcast með vinnum minn daginn, þá voru að tala um mynd sem heitir The Invisible Man þá er hann ósýnilegur og ég fór bara að hugsa hvað er þetta græð á þessu? Ekki neitt þú þarft að vera annarkvort glæpamaður perri eða njósnari þú veist hvað, þessir ofurkraftar er ekki bara nýtast manni neitt nema og sért einmitt, eitt af þessu sem þú nefndir af því hvað ert að fara í bónus ósynleg einmitt, bara stela óheiðaleg manneskja strax þannig að þú veist, mér finnst það bara glata en ef þú verið sterkast sem Superman hvað er líka að gera það? Það er að vera bara kraftlýstingum eða þú veist, ég væri alltaf að fara ég gæti ekki verið að svo blándu, skilja, það myndi ekki make sense nei, menn og hvað? Er það að hugsa það sem sjálfsvörn? Já, fyrir hvað? Nákvæmlega, ég meina, er eitthvað verið að ráðast á þetta daglega? Nei, þú yrði bara að vera orðin bara eitthvað vopn, bara basically, nákvæmlega það er alltaf ykkur að fara að taka þig, sko en svo geta það samt ekki ég held að þú sést búin að samfæra með teleport væri eitthvað sniðast í daglegu lífi það nýtist þér af því þú getur notað þetta þó að það ekki mynd ofur nema líka bara eins og Barry Allen skilur bara Flash, bara gera það er líka það er þetta svolítið töff líka en hvað finnst þér eins og með hann því hann getur vist farið það hratt að ég held að hann getur ferðast tíman já, hann gerði það einhvern tímann er það ekki svona, mér alltaf þóttu pínu kjálega smá, horfður á Flash þættina nei þeir eru góðir, sko, til að byrja með en svo fara út í svona smá svona hvernig fílaru, ég ætla að koma þessu þessir þættir Flash, Arrow geðugir er það? Já, mér finnst það já, ég þekka þessi geða sem meira séns Arrow eru mjög góðir Flash var aðeins meira svona cartoonís en Arrow er meira dark allavega fyrst seríunar, en ég datt að lúti eftir nokkuð seríur, sko Horfður Gotham? Nei, ég veit ekki sjá Varstu spennt eitthvað fyrir þeim? Ég var alveg spennt, en ég datt ekki í það, sko
mér fannst það bara svo kjánulegt bara hei, gerum Batman þætti en það ekki Batman engin Batman, já, þú veist maður hlustar á það svona, gott það mjá en why though? Já, mér finnst það eitthvað svo kjánulegt ég er ekkert að sjá Batman þegar 10 ára einmitt sjá bara Bruce Wayne og hvað, var hann í grunnskóla og eitthvað þetta er ekkert spennandi og Catwoman var held ég bara eitthvað svona 12 ára stelpa eða eitthvað af hverju eru þeir að spinna þeim inn í? Nú gerir ég bara aðra þætti, er þetta ekki eitthvað svona lögguþættir ég sá fyrsta, ég var bara svona þetta er tengast þeir inn í hérna Arrow þá eða? Nei, ég held það örugglega ekki ég held það tengist ekki neitt sko en sástu Supergirl? Ég horfði á eitt þátt eða eitthvað, ég bara nei já in my opinion, skilur ég veit ekki, horfðu þú á það? Nei, ég á rosalega erfitt með þetta sko já, eina ástæðan okkur ég horfði á þetta því hún kom inn í Flash og ég var bara svona ok, kannski tjekka á þessu svo ég bara beint tilbaka, bara nei, þetta er ekki fyrir mig ekki heldur mig sko einu svona ofurti þættir sem ég horfa á sem ég finnst geggjaðir það er The Boys, hefur þú séð það? Nei, ég hef ekki heyrt þetta þú er að tjekka á þeim The Boys? Já, þetta er byggt á teimsögu og þetta er ekki svona, það er ekki Superman í þessu eða neitt svoleiðis en þetta er svona ofurti heimur og heimurinn er þannig að ofurti er bara til og það er verið að markasetja þér svakalega það yrði gert 100% ímyndar að Spiderman væri til eða Hulk þetta yrði bara svona $1 billion iðnaður bara eins og þetta er já, í rauninni nefnir bara þessi manneskja væri til í alvörinni en málum þess að þetta sem gera á svona skemmtilega er að þeir eru mjög óbildsöldir það er þetta líka bara að sjá er það DC? Nei, þetta er Marvel? Nei, þetta er ekki Marvel þetta er bara eitthvað þetta er bara teiknumsaga og hún var meira bara svona low key sem heitir The Boys fjallar hópa fólki ein kona og 4 gaurar og þau eru svona á móti overage af því overage af því ég myndi að þetta fólk væri til þetta eru svo miklir hrokagikkir og bara ég er bestur og ég er bara guð og þannig að fjallast að þeir reyna að fletta ofan af svona afhjúpa einhverja spillingu hjá þessum overage en það er svona margt skemmtilegt í þeim að þeir síðan ég myndir að Flash myndir hlaupa á þig hvað heldur hann þið koma fyrir þig? Ég myndir að splundra á stað eitthvað og það er svolítið satt í þessum þáttum þeir eru mjög skemmtilegir sér að 2 ára byrja, ég hugsa á að gana þetta er líka svona fullorðastótt ok, fyrir við næstu spurningu ég er samt búin með milljón spurningar þetta er svona þess að 10 sem þú er búin að ákveða þannig að þú fyrir smá tíma til þess að pæla þeim ok, númer 4 hver er þín uppáhalds kvenkins Marvel overage? Gamora já það? Já hvað fílar þú svo mikið við hana? Mér finnst það bara geggið, ég bara elska Guardians þetta er svona fyrsta sem þetta er því að Captain Marvel já, skilur ekkert spes? Nei, Scarlet Witch, já ég er alveg til að sjá meira, skilur en Gamora, ég held að það sé bara mitt val, sko hún er svolítið töff líka hún er alveg töffari já, hún er það, sko hún er mjög hörð og þú veist hún líka virkar eitthvað náminn sem svona hún er bara hörð, hún er bara alvöru hörð hún er ekki að reyna að vera Thanos, skilur nákvæmlega bara getur ekki verið nettar en það nákvæmlega, með eitthvað svona 2 hníf og eitthvað en eins og Black Widow, hvernig fílar hana? já, hún fín, sko það er ekkert spes? Nei, fín er það karakterinn eða fílar ekki Scarlett Johansson? Nei, mér finnst hún geggjuð, sko en bara karakterinn, það er bara ekkert svona ofur við hann? Nei, það er einhvern veginn ekkert svona öðru í sig nei, það er eitthvað rétt hún er ekkert meira svona sérstakann kraft nei, en hún er alveg mjög mikilvæg hlutur af Avengers fyrst mér algjörlega, hún er einn af orginal meðlemun nákvæmlega mitt persónulega væri Scarlet Witch já það mér finnst hún ógeðslega töff mér finnst það nefnilega líka ég er alveg mjög spennt fyrir það að koma serja ég er mjög spennt fyrir því ég er mjög spennt fyrir því að mér finnst það svolítið svona mikið potential í þessum karakter og mér fannst geðveikt atriði í Endgame þegar allt er í haki í lokin tvílík orðsta og við getum alveg talað opinskátt þetta það eru allir á jörðinni búin að sjá svo mynd alveg 100% þegar hún kemur og hún er bara ég held sér bara að drepa Thanos mér fannst það geggjað atrið þá var hann alltaf búin að í rauninni drepa manninnar Vision ég bara, það atrið Elizabeth Olsen finnst mér bara geggjað leikun líka hún er rosa flott hún er nefnilega heldur flott ég er alveg fan, sko þú ert fan? já en mér finnst bara Gamora ég er svona fyrst sem þetta þrjúk hún er svona geggjuð en hún er svona miklu meira powerful hún vanda heldur en
Gamora, sko. Já, hún bara ein af öflugustu, myndi ég segja. Og ég held mér sem við sem ekki búin að sjá nákvæmlega hversu öflugum getur orðið, sko. Nei. Ok. Nefnilega ekki. Gamora, þá held ég veit svara þetta eftir, við veitum annars spurningu. Það kemur ljós. Ok, númer 5. Ef þú mættir eiga einn af þessum hlutum, hvaða hlut myndir þú velja? Og það svo getur valið. Þetta myndi ég kalla nördalega spurningu. Já, ég held ekki að spurningu. En þið varstu skemmtilega. Já. Ok, myndir þú lega skjöldina Captain America, Hamarnas Thor, sem sagt Mjölni, vefbyssurnar Spiderman, eða bógarnas Hawkeye? Sko, ég myndi taka bógarnas Hawkeye út strax. Einmitt. En mér þannig ekkert merkilegur. Þetta var trikkspurning líka. Já. Eða trikkval, af því að þú ert ekki Hawkeye. Nei, þú verður að vera hann til að geta notað hann. Nákvæmlega. Þetta er bara bogi. Þetta er bara bogi? Ok. Þannig að, Tekur hann út? Tek hann út. Vefbyssurnar Spiderman getur mjög bara nýtsamlegt í daglegu. Getur bara náði hérna Wolverine bara, skilur við. Kaffibóllan? Já, ég held ég geti notað það mest. Það er geggjað, ég var ekki með að hugsa það. Þú getur notað þetta svona við að sækja hluti. Eins og slökkva ljósið í herbygginu. Og bara loka hurðinni og slökkva hérna ljósið það. Ég held þú getur notað mest. En ég held ég verið að velja Mjölnir, sko. Já, þetta er svolítið svona, þú ert svolítið fyrir Þór. Ef ég á hann, þá hlýti ég að vera worthy, skilur. Það er enda rétt. Af því að þetta væri eins og bóginas Hawkeye. Það er bara bogi. Já. En þú fengið Mjölni. Þá er þetta bara possess the power of Thor. Já, við, sko. Þetta er ekki bara hamar. Nei. Þú fer ekki til Bauhaus kaupir hann. Nei, mitt. Ok, þú mútu velja Mjölni. Það er alveg skrítið að ég eigi hann ekki heima með svona, sko. Ég þarf að fá hann. Já, ég er hissa. Já. Langar í hann? Já. En myndur þú að kaupa þig dót eða myndur þú kaupa svona alvöru? Ég myndi kaupa mér, hann þarf alveg þungur alveg, sko. Já. Þetta væri bara svona stytta bara í glöggakistinu minni eða inn í einhverjum svona lættum skáp. Ég held nú að þú getur keypt hann svona á okkur stalli. Já. Og hann bara svona fastur. Já, ég það þannig. Já. Hvað áttu mikið af svona nördadóti? Já, einhverja kassa. Einhverja kassa? Já, einhverja kassa. Hvað þýðir það? Bara svona nokkra, ég hef búin að fylla nokkra svona skókassa sem er bara undir rúminu mínu. Já. Og er bara búin að vera þar. Þegar ég byrjaði í menntaskóla þá ákvað besta vinkonum mín á þeim tíma að taka herbergið mitt og gera gælulegt. Tók allt, bara herbergið mitt. Það var bara eins og var labbin í Nexus. Það var bara action figures bara út allt. Ég var bara með margar heillur, ég var búin að teikna Deathmark úr Harry Potter á veggi minn og þú veist, ef þú horfður á Doctor Who, Nei, en ég veit hvað það er. Ok, ég var alltaf búin að teikna svona risa auga í Doctor Who, ég var búin að teikna það eins og var svona crack in my wall, skilur, sem er mjög stórt í Doctor Who. Það var bara allt á vegginu mín, þú veist, mirror, þú veist, speglinu mín og bara mirror og, í Harry Potter, þannig að, já, ég var bara búin að nefna allt, skilur, það var bara. Og kom vinkona þess að heimtí? Það vorum að byrja í menntaskóla. Og sagði bara eitthvað Sunniva, þetta gengur ekki lengur. Við erum að fara í MS, það er að hætta þessu. Æ, það? Já. Þannig að við tókum þetta allt saman og gerðum herbyggið venjulegt. Djöfull, er það ógeðslega fyndið? En þú veist, ég var komin í menntaskóla, það var eitthvað að gera það. Já, þú meinar. Ok, þannig að þú hefur verið hvað gömul þá? Hvað er mikið, 17? 16 ára. 16? Já. En hvað segir kærastinn við þessu? Hann ennir alveg að horfa á þetta með mér, en hann er ekkert fan. Hann er ekki nörd? Nei. Mér finnst það alveg fáir vera á þessum stað sem við erum. Það er fáir eins cool og við. Já, einmitt. Ég get ekki átt þess að samræða við marga. Nei. Nema þegar ég var að vinna í bíónu, þá gæti ég átt þetta daglega. Já. Við nokkra, samt ekki alla, bara nokkra. Við valda. Þetta er svolítið fyndið að því ég á fáa vini sem kannski sem er alveg hardcore nördar. Já. Ég á alveg svona alls konar vini sem er alveg bara hafa mjög gaman að þessu en eru síðan bara eitthvað, þú veist, þegar ég kaupa eitthvað svona styttu þeir eru bara eitthvað hafstætt hvað það gera. Einmitt, já, það er sama hjá mér líka. Já, ég alveg margar vinkonur þannig. Fólk skilur þetta ekki alveg. Nei. En þú varst að lýsa íbúðinu þinni eða herbygginu þínu. Var það íbúð en herbyggi? Þetta var herbyggi. Já, þetta var herbyggi, það var 16 ára. Já. Það er kærasta mín, kom fyrst til mín. Þú veist, í íbúðina mína. Já. Ég er ekki 16 ára. Henni leið bara svona að labba inn í íbúðuna hjá Steve Carell í 40-year-old virgin. Já, ef þú býrð einn, af hverju myndir ekki bara leifa þig að vera út allt? Ég skil það mjög vel. Mér finnst það ekki. Já. Þá var ég með styttur í glerskáp og plaggöt. Og það farið núna, niður? Eitthvað að því. Sko, þetta var íbúð mín. Já. Svo kaupum við okkur saman núna bara í desember. Já, ok. Flott íbúð.
kærasta mín, hún var alveg bara að hún ekkert svona. Nei. Hún nennir ekki að horfa á overtjumyndir, henni finnst ekkert skemmtilegt. Ég búin að reyna að láta hann að horfa á Iron Man, hún var bara, við klárum hann ekki einu sinni. Iron Man, bara original Iron Man. Fyrsta Iron Man. Damn. Ógeðslega skemmtileg mynd. Geðveik mynd. Ég meina, mömmu minn fannst hún skemmtileg. Já. Hún meikar þetta ekki. Nei, ég það eru sumir þannig. Það eru sumir skrýtnir. Og ég skilði það alveg, það kannski. Þau eru bara skrýtin. Mér finnst það, mér finnst við vera töff. Já. Og þegar við fluttum, þá hlátti ég fullt af einhvern drasli. Eins og þetta með sem sér hann á borðinu, Wolverine stytta mín. Geggjuð. Nákvæmlega. Svo flott, sko. Ég sá hann í dag, ég var bara geggjust þetta. Fyrst þess að þú sagðir bara hvað þetta geggjust þetta og fyrstu það, mér hlýnaði. Mér finnst þetta svo gaman, ég bara já, takk. Mér finnst það aðeins að stytta. Takk, já. Að þú skilur mig. Já, ég skilur þig mjög vel. Ég myndi að kaupa það. Þegar við fluttum, þá var hún bara eitthvað sem hún reyndi að fara fínt í þetta. En hún bara svona Hafsteinn, við getum ekki haft þetta í stofunni. Og ég var bara eitthvað, ok, ég gerði díl við hana. Já. Ég fekk eitt auka herbyggi. Ok, það er góð díl. Já, það er svona, það er í vinnslu. Já. Það er í með sjónvarp, tölvu, alla teiknindisögunum mínar. Ég les mikið af teiknindisögunum. Stitt þetta minni í glerskáp. Og ég er svo stoltur af þessu. Já. En ef ég myndir að loka þessu herbyggi, þú kemur heim til mín. Þú sér það ekki. Nei. Það er bara svona basically svo horror á mig, skilur. Já. Þú loka herbyggi. Já, einmitt. En þetta er svona... En myndir vilja hafa meira út allt? Eins og varst með? Já, því málega hún, kærasti mér náttúrulega hlusta á hann og þátt. Já. Þannig að, já, ég myndi alveg vilja það. Þú veist, ég persónulega myndi vilja hafa eitthvað, nefnum bara áttmýrstilegan hátt, en þú veist, eins og ég hafa maður móður, bara einn Stinsson með Stormtrooper inni á sér, hvað var ég til í það? Var ég til í það? Já, bara full on Stormtrooper, bara í hodni, mér finnst það gegja. Ég er sammálaður og ég var alveg til að hafa bara helling af þessu. En hún leiði mér að, henni til varðar, hún leiði mér að hafa eitt á vegnum í stofunni. Mér finnst það persónulega ekki vera nördalegt, þetta er svolítið vel gert. Þess að Steppa sem ég þekki, sem er, heldur grafískur hönnuður, hún er óslega góð að teikna líka. Hún teiknaði Darth Vader, hausinn og Stormtrooper. Er hún að selja svona mikið af þessu? Ég held ég að sé þetta. Já, þetta er geðið flott. Rakaleitur hún, þetta er ógeðslega flott, hún er að selja þetta. Og ég keypti svona henni, svo bara innramað. Og þetta er svona snirtilegt. Þetta er það. Þannig myndi ég vilja hafa. Já. Bara svona, þú sér þetta ekki nema með því að horfa á tvisvar, skilur. Já, í rauninni, þetta er bara svona svartkvít í rauninni, þetta er ekkit litagleði. Einmitt. Og við erum með þetta inn í stofu. Og hún sagði bara, ok, Hafsteinn, jú, við skulum setja. Og veistu það, ég var bara svona, ég var næstum búin að biðja hennar. Hún gerir þetta bara því hún elskaði þig, sko. Og hún elskar mig svo mikið. En eins og með það sem þú byrðið í dag. Já. Byrðum í kærastanum. Nei, ég byrð heima núna. Þú byrð heima. En það er bara, þetta er bara gæluherbyggi. Það er ekkert svona, eftir að vinkonið tók það í gegn. Já, nei, þetta er bara í kössum. Já, ég er bara basically, ég býð bara í ykkur svona, ég er bara svona tímabundið, skilur. Já, ég skilur. Það er allt í kössum eins og það er. En þegar ég flyt út, þá muni eitthvað þessu komið upp, sko. Að það? Já. En eins og segjum að þið kaupið ykkur íbúð saman eitthvað. Heldur að vera eitthvað svona fætt? Nei, ég held ekki. Ég á mína bolla, ég er að safna bollum og rauti-bollum. Eða bara comic-bollum, bara bara mínu fandom, skilur. Þetta bollasafn er að fara að þetta sýnis, sko. Ég er búin að safna þessu í mörg ár. Hvað áttu marga? Cirka? Kannski svona, gefur það ekki 50 bolla. Og er þetta bara alls konar? Bara Batman og eitthvað? Já, Batman, Spiderman. Alltaf þegar jól, þá fæ ég frá einhverju vinkonum minni bolla. Það er bara skrítið að ég fæ ekki bolla. Þær gera sér bara ferði í Nexus og kaupa það með bolla. Oh my god, ég elska það. Það er geggjað. Það er geggjað. Og það í dag? Því núna þú ert 24. Vinkonið hennar. Já. Það ennþá bara eitthvað svona, Sunniva, þú verður bara frá að hætta þessu? Nei, alls ekki. Nei, ok. Það er bara að vita partur af mér og það er alveg marga vinkonum mínar sem er alveg komnar á sama, eða svona fara með mér á myndina, er alveg spennta fyrir því bara eftir að ég kom þeim inn í þetta. Það er þér að þakka? Já. Þú náður að samfara það eitthvað, hei, tekka með mér það saman. Já, svo á ég marga vinkonum sem ég var að vinna með þessum tíma í bíónu, þannig að ég náði að koma alveg inn í þetta þar. Tjóðlega geggjað. Það er svo gaman, sko. En líka, ef þú pælir eins og með þessar Marvel-myndir, eins og Marvel Endgame, eins og Avengers Endgame, segi ég. Þetta er vinsælasta mynd allar tíma. Já. Tekjahæsta mynd allar tíma. Það er ekkit bara því að ég og þú erum að fara að þær, skilur. Nei, bara ógeðslega margir. Ógeðslega margir. Og þetta, mér finnst eins og í dag, þetta þykir ekkit vera eins svona nördalegt en að gera svo lappa. Alls ekki. Alls ekki, þetta er það stórt, sko. Já, þetta þykir bara töff í dag. Já. Ok, þá var ég að spura einu, þú veist alveg bollan eina.
Shit, ég var til að sjá getur ekki sendt mér mynd af bollunum 100%. Ok, og það verði bara fyrir mig, ég bara mjög að sjá þetta Já, það ljóma mjög töff núna þetta í kassa hjá þér Sumt frammi það sumt frammi? Já, mamma leyfir mér að hafa nokkra frammi ok, bolla? Já. En ertu með eitthvað styttu að kalla eitthvað frammi? Nei. Þú farið það ekki? Áttu svoleiðis líka? Já, alveg nokkra hluti, sko. Hvað áttu til? Já, mikið Dr. Who, sko. Já, þú trefna því? Ég var það. Já. Ég er ekki í dag. Ekki? Það var bara komu nokkri doktorar alltaf, það skiptir sem doktor, búin að vera í bara mörg ár. Einmitt. Það var einn doktor sem er Matt Smith, leikur hann, sem var bara minn doktor og þegar hann hætti, þá hætti ég líka. Og þannig að það tímabil var alveg mörg ár, sko. En þú varst verið Dr. Who? Já, ég var þar, sko. Ég prípantaði Sonic Screwdriver sem er svona aðal hans bara á Nexus, sko. Og bara það bara full on, bara movie, bara edition. Hefur þú vesla oft í Nexus? Ég gerði það á tímabili, já. Ég beið alveg í rauðanum til að fara á forsýningarnar. Shit, það er alvöru. Já. Það er alvöru. Já, en þú veist, það er gafur að segja fyrir því. Mjög vandræðalegt samt sem aður. Það var að segja? Já, ég var að segja. Þegar Avengers kom út. Fyrsta? Ok. En gleymum kannski að segja að systir mín, eldri systir mín, hún er 4 ára eldri en ég. Já. Hún er alveg svo ég. Og við vorum alveg saman í þessu. Og hún var sem sagt að læra svona body painting á þessum tíma. Ok, það er svolítið töf. Já. Þetta var áður en Nexus tók það upp að það mæti allir í búningum á sýningarnar. Núna er alltaf þannig, það er alltaf búningar á sýningum yfirleitt. Já. Ég mæti málu sem Iron Man. Engin annar í neinum búning. Ég mæti að Nexus fórsýninguna málu sem Iron Man. Ég held bara engin veit hver ég er. Ég er bara málu sem Iron Man, fóði bara bíó. Skammaðist mér ekki neitt. Nei, þú ætti ekki að gera það? Nei, en svo byrjaði ég að vinna nokkrum mánuðum setna. Já, þú ert gælan sem var málu sem Iron Man. Ég var bara... Er það í bíónu? Já, fólki í bíónu, skilur. Sér hvað það er ógeðslega fyndið svo. Já, þetta var svona, já. En núna er Nexus alltaf í búningum. Já, þú hefur kannski startað einhverju trendi. Kannski. Fólk var bara, damn, ég var til að vera svona. En eins og með svona cosplay. Hvað finnst þér það? Svona þegar fólk er að, eins og svona ráðstöfnum og svona Comic-Con og svona, þá ég fólk var til að fara Comic-Con. Aha. Já. Var þú ekki til að fara Comic-Con? Jú, reyndar. En ég veit ekki alveg að því ég er alveg nörd. Já. En ég er ekki alveg svona... Cosplay nörd. Nei, það er alveg next level, sko. Það er svona annar heimur, held ég. Það er annar heimur. Já. Ert þú alveg það samt? Ég held ég myndi, nei. Ég hef alveg pröfað að fara í eitthvað svona búninga, en bara upp á djókið, sko. Engin alvara, ekkert larp eða þannig. Einmitt það sem ég ætlaði að spyrja næstu því. Að því að vera svona nörd, þetta er ákveðin þrep. Já. Eins og að lesa teikmyndasögur, eða mála kalla, eða safna styttum eða eitthvað. En það er eitt þrep. Ég er ekki dæma fólk sem gerir þetta. Nei, bara alls ekki. En ég gæti það ekki. Nei. Og það er larp. Já. Fyrir þá sem þekkja það ekki, þá er það þess að live action roleplay. Já. Þá klæðir upp í einhvern búning, ert álfur eða eitthvað. Og svo hittist fólk. Já. Og er í roleplay. Já, og þú veist að, ég sé nokkra heimildamindur þetta, að mér finnst það svo áhugavert. Mér finnst bara gett áhugavert. Mér finnst bara æðislegt hvað fólk skemmtir sér í þessu. En svona, þá hugsaði stundum bara, vá, það er annað þrep sem ég er ekki bara að ná. Þetta er alveg next level, sko. Er þetta ekki toppur? Þannig að fólk spyr mig, fólk segir svona, þú ert nörd. Ég er ekki nörd, ég er bara mjög eðlileg. Ég er ekki að segja það að fólk sé ekki eðlilegt. Nei, ég skil gott við. En að fíla allir Marvel, skilur við. Það er bara, hversu mikið þú veist það, skilur við. Og hversu mikið þú fíla það. En svo eru roleplayin og allt það, sko. Það er nörd. Þá ertu komin, já. Djúpt inn í þetta. Og ég meina, mér finnst æðislegt. Fólk sem bara gerir það. Fólk er bara að gera það sem það vil, á þess að skamma sig fyrir það, á þess að vera dæmt fyrir það. En mér finnst bara áhugavert. Að því ég elska Batman, eða Spiderman, eða Wolverine eða eitthvað. En værirðu ekki til að fara bara full on Batman suit bara einu sinni? Þú veist, þú væri kannski ekki að leika, en væri bara, myndir ekki vilja klæða upp sem Batman? Ertu þetta bara heima hjá mér eða fara eitthvað út á ráðstöfnu eða í bíó? Fara bara Comic-Con, skilur. Þú veist bara að kaupa hann geggjaða galla, skilur. Ég gæti það ekki. Ekki? Nei. Þó að allir séu þannig. Já. Og það er ekki að því ég myndi eitthvað skammast mín. Nei. Þetta er bara eitthvað svona... Þú þarfst ekki að leika hana, það er bara geggjaða gaman að vera bara í búningnum. Ég myndi gera það. Ég myndi mála mig sem Gamora og bara... Það er það? Já.
Ég hef systir mín á þessum tíma líka málað mig sem Darth Maul. Það bara full on body paint Darth Maul. En þú segir full on? Þú er samt í fötum? Ég í fötum, já. Ég í fötum. Eða ég topp. En það alveg hendurna mínar og allt og andlitið og... Já, það? Já, en ekki með Iron Man, það var bara andlit. Og þú varst vantur í búning? Nei, ég var bara vel í fötum. Nú, varstu bara í stuttunarból eða eitthvað peysu og svo bara mála sem Iron Man? Já, þetta var mjög skrítið. Áttu myndaðir svoleiðis? Já, ég skal senda það. Þú verður að sína það. Að ég að sjá þetta fyrir mig að því að Iron Man í stálbúning, eitthvað járnbúning. Ég skal senda þessa mynd. Ég skal senda það líka Darth Maul. Já, þú verður að gera það. Shit, ég spenntur að sjá þetta. Já. Ok, þannig að cosplay. Það hljóma samt ef þú sést svona alveg Ég held að það sé skemmtilegt alveg. Ég myndi alveg vilja pröfa að vera eitthvað karakter, sko. Af því það ekki larp. Nei, ekki alveg. Þú ert ekki að mála þessum Iron Man og fara sinni upp í Öskjulíð og þeir hafa gert á Íslandi. Já. Þeir hafa larpað þar. Já. Og ef þú fennir Nexus, eins og þú farið, það bara sér deild. Þú keypti eitthvað svona sverð og eitthvað. Já. Nexus geggjað. Það upp á spúðum. Já. Ég elska Nexus. Ég fór í Nexus. Ég geti verið bara í marga tíma, sko. Ég veit það, ég líka. Og ég fór nefnilega, ég veslaði við Nexus rosalega mikið þegar ég hétu Fáfnir. Þið heitið? Fáfnir. Já, ok. Nexus héti ekki alltaf Nexus. Ok. Það voru öðru stað. Þeir eru búin að flytja til 3-4. Já, ég man bara eftir... Þetta er auðvitað 97 eða eitthvað. Þú hefur eins ós kannski. Já. Man ekki eftir. Ég man eftir manna á Hverfisgötunni. Ég litlaði svona hana. Já, ég elska það. Svo færðu þessu yfir nýla. Ég voða lítið farið í hana. Ég var mikið þegar þeir voru hana Hverfis. Já, þeir voru, einmitt, mér þóttu svo væntu þá staðsningu. Já, svo var alltaf útsölumarkaðurinn, geðvitt. Já, shit, ég er alveg samanlega. Ég elska Nexus. Já. Og ég líka, þegar ég var aðeins yngri, samt bara 29 ára eða eitthvað, ég var svona gamall, þá var ég að biðja í jólagjöf. Já. Þá bæði ég allt eitthvað nördatótt. Já, baðstu það. Já. Það gekk, já. Og ég benti bara fólki á, hei, þú getur Nexus. Bara ekki spurning. Og ég elska þetta líka þegar við veitum útlanda. Þetta er fyrstu búðin sem ég fer í. Svo gaman, sko. Ógeðislega skemmtilegt. Maður getur bara sokkið inn í þetta bara margar klukktíma. Það styttur, bækur, allt saman. En með Nexus núna, þetta er helvítið flott búð það. Já, hún er bara drullu, flott, stór. Risastór. Já, hún er risastór. Miklu stærri heldur en var. Og mér finnst líka bara að ég er búin að fara í nokkur svona búður erlendis. Já. Mér finnst þess að geta keftið bara, það er flottustu sko. Algjörlega. Þannig ég er ánægð með það. Já. Skemmtileg búð. Já. En hvað er það nördalegasta, ég veit, þetta er ekki partur á listanum okkar. Nei. Hvað er það nördalegasta sem þú keyptir? Keypt mér? Já. Það verður að vera Sonic Screwdriver. Úr Doctor Who. Já. Það er þetta mjög nördalegt. Þetta er bara, full-on bara virkar alveg eins og í þáttunum, sko. Þannig að, já, það er það nördalegasta sem ég hef keypt. Það er mjög nördalegt. Já. Þú veist ekki eins og hvað það er líka við, sko. Nei, ég veit hvað Doctor Who er, en ég veit ekki alveg nákvæmlega tæki sem að nota skrúdræfur, hvað er þetta? Er þetta vopn eða? Hann notar þetta til að skanna sína fólk, skilur. Og svo svona, og það gefur svona... Upplýsingar um manneskjuna? Já, og segir bara, alien, eða þú veist hvað hann er og hvað hann er. Þetta er svo nördalegt, sko. Þetta er mjög nördalegt? Já. Shit. En hvað er það nördalegt sem þú hefur gert? Er það Iron Man ævintýrið? Örugglega. Aha. Já. Þetta var Eilsvöll? Þetta var Eilsvöll. Ein í einhverjum búning? Já. En þið leið samt alveg vel? Já, nei, ok, ég líka. Mér skammaðist mér ekki neitt. Nei, það ætti ekki til skammaðist. Það er mjög fyndið. En ég líka sem, hvernig kom senast Harry Potter út? Deathly Hallows Part 2 kom 2000 og... Þetta ekki 7 eða eitthvað? Nei, miklu setna. Er það setna? Ég held að ég var 15 ára, þetta er svona 2012, 11. Það getur verið. 2011 getur verið, já. Það er hljómarlega. Sennilega. Ég var allavega í 10. bekk. Ég mætti bara full-on bara í Gryffindor búning bara. Og varstu þá Hermione? Já. Eða varstu Harry Potter sjálfur? Ég var með glerju. Þú varst með glerju hans? En ég var raunin ekki neitt, af því ég persónulega myndi ég kaupa með Slytherin búning, af því ég er Slytherin, en það var ekki til í Hókus Pókus. Já, þú meinar. Slytherin voru vondu. Já, sem vondur og ekki vondur, skilur við. Þannig að þú elskar Darth Vader, Darth Maul, Slytherin. Já, ég veit ekki hvað það er, bara Draco, bara í Harry Potter, bara geggjaðir. Já, pappa hans og líka. Voldemort, Lucius, já, geggjaðir. Já, Lucius, sem mitt, Lucius Malfoy. Ég er ekki mikið Harry Potter maður, en ég sé allar mynda. Já. Og ég elskaði Lucius. Lucius er geggjaður, já.
En hann svona pínu pirrandi hann að Draco. Hann segir, ég var fan, sko. Þú fílaði það? Já. Ég fór að líka alveg það, ég lesa fanfiction, skilur. Hvað finnst þú svoleiðis? Skemmtilegt. Það fer svolítið eftir, sko. En þetta ekki oft eitthvað svona... Ég þekki fanfiction ekki nógu vel. Nei. En það sem ég þekki af þessu stundum, þetta verður oft eitthvað svona stundum kynferðslega brenglað. Já, mjög. Er það ekki svolítið algengt? Jú, mjög. Sérstaklega Drarry heimurinn sem er Draco x Harry. Það er rosalega kynferðslegt og óþægilegt að lesa. En ég veit ekki, en ég las alveg eitthvað að því, sko. Já, en þetta er svo fyndið. Þetta snýst oft eitthvað svona... Einhver bara svona fantasísa að vera inn í þessum heim. Eins og TikTok núna er að springa yfir bara Draco Malfoy og Cedric Diggory sem er líka, ég man ekki hvort það minnur eftir hann Robert Pattinson í Harry Potter. Já. Það er að springa úr svona, í rauninni fiction, skilur. Þá tvo? Já. Er þeir par? Nei, fólk er að setja sig inn í love triangle á milli þeirra tveggja. Það er bara, það þykjast fyrir í Hogwarts, þetta er rosalega stórt og TikTok núna. Bara, ef ég skrolla niður for you page mitt, það er bara það, en það er væntilega því ég læka það, skilur, það kemur það fyrir hjá mér. En ok, þá var aðeins útskýrðum að því TikTok, Er þetta ekki vídeo? Jú, þetta er vídeo. Það sem manneskjan er búin að bara setja sig inn í og bara klippur úr bíómyndinni eins og þau sé að tala og bara búa til sögu. Já, þú meina það? Það er bara Draco og eitthvað, og þú segir kannski Sunniva, hvað ert að gera? Og þá kemur Cedric inn í mig, Sunniva, hvað er að tala á hann? Þetta er sko rosalega, þetta er ógeðslega skrítið, en þetta er að sprengja miðlanum núna, sko. Þetta er ógeðslega skrítin tímasending. Bara mörgum ára seinna. Já, því Harry Potter er löngu búið. Já, löngu búið. En núna er þetta bara trend. Mjög steikt, ég var að sýna þetta. Þú var að sýna þetta? Að því TikTok, ég veit ekki, ég verð 37 ára núna í nóvember. Já. Og mér líður ekkert eins og eitthvað gamall. En stundum eitthvað, er ég bara eitthvað, shit, eins og TikTok, ég næ ekkert utan þetta. Nei, ég skilji. Mér líður eins og bara svo 70. Þetta er kannski ekki fyrir alla, sko. Nei, ég sé að litla frænka mín, hún er eitthvað TikTok, frængur, kæristunar, þær alltaf að taka upp eitthvað dansvídeó. Ég tengi bara TikTok við eitthvað dansvídeó. Já. Það er ekki mín for you page, það er bara algoritm að gera bara eftir hvað þú fílar, skilur. Já, þannig að þú ert að segja að þetta er bara, að ég held að það er bara dansvídeó. Þetta er alls konar. Alls konar, sko. Þetta er bara, eins og ég fæ þetta fandom, svo bara memes, basically, nema bara í vídeoformi. Og ég fæ mjög mikið af hundum, af því ég læka öll hundavídeó sem ég sé. Þannig að þú veist, þetta er allt saman, sko. Ok. Smá svona eins og 9gag, bara nema bara í vídeoformi og nýju svona einmitt. Ok, ég þekki 9gag, ég þekki það. Já. Ok, ég er ekki of það gamall, sko. Nei. En ok, með svona fanfiction, ég nefnilega, ég hef aldrei nefnt að tjekka þessu. Nei. Af því að mín svona upplifun, þá var ég að tala bara að sem ég hef séð eitthvað smá, það er ofta eitthvað svona, eins og þú tala kannski eitthvað svona, þeir saman, eða... Það er dálítið þannig, sko. Af hverju það? Þetta er bara það er bara svona, fólk að ímynd sér bara svona komið djúpt inn í pælingarnar og er bara, það var ekki að þetta var að gerast. Þetta er alveg smá steikt. Já, en af hverju til dæmis sem Iron Man og Captain America? Kannski búið til eitthvað par úr þeim. Af hverju? Ég skil alveg að þú myndir ekki vilja lesa það, ég myndi lesa það. Er það? Já, myndi alveg prófa það. Já, þú myndi prófa það? Já. Ok, af því núna er ég að telja stígin okkar. Já. Nörda stígin. Þú ert að taka smá fram á mér með eitthvað svona fanfiction, vært til að sjá Captain America og Iron Man. Já, ég myndi alveg lesa það, sko. Já, þetta er bara eins og með eitt sér það líka ræði Furries. Þekkir það? Nei. Það er nýtt þrepp líka, sko. Þá er þetta fólk sem að klæði sig upp sem svona dýr. What? Hefur ekki heyrt af þessu? Nei. Hvers konar dýr? Bara alls konar. Bara eitthvað, ég er refur. Nei. Hæ? Ég myndi bara að fara í Ewok eða eitthvað þannig, ég myndi skilja það. Nei, en ég myndi að það er svona þannig búninga. Þetta er svolítið þannig. Wow, ok. Bara Furries, þetta er svona... Þetta er ekkert raunverulegir búningar. Nei. Og þetta er alveg bara með hatta og alls konar og ég er eitthvað svona... Okay. Þetta er alveg... Þetta er kultúr sem er sérstakur. Og eins og sé, þetta er bara geggja að fólk vil... Bara gera þessu vel. Skemmtis þetta. En ég get sagt þess að stutta að sögu með þetta. Ég heyrði þetta í podcasti á Joe Rogan. Já, það. Þeir voru að tala eitthvað Furries. Já, ok. Og hann hafði vist heyrt af því að það var ekki svona ráðstefna. Já. Og
fólk að hittast á svona ráðstöðum og allir klæddir eins og einhver dýr. Já. En hann var að tala það á hótelinu, þar sem fólki gista á. Já. Það hefur bara verið þegar þau fóru, herbyggin hefur verið ógeðsleg. Af því að þau haga sér eins og... Nei, hættu. Ok, stopp núna. En þú skilur hvað við? Já. Og maður bara svona, ha? Já, það er mjög steikt. En ég hef svo mikið áhuga á svona jaðarhópum. Já. Ég ætla að svo eina mynd, ég ætla að spyrja líka um þetta. Svo eina heimildamynd. Ég og félag minn, við elskum svona. Við horfum átt saman. Já. Nokkuð reglulega á svona heimildamyndir. Og það er brownies. Þekkir það? Nei. Þekkir My Little Pony. Já. Þú veist hvað það er? Ég veit hvað það er, já. Ok. Þetta er aðalega kalla sem elska My Little Pony. Ok, það er mjög steikt. Mér finnst það mjög sérstætt. Ekki segja mig meir. Nei, að því svo endar þetta á því. Þetta fer út í eitthvað svona, þú veist. Já. Eitthvað kynferðislega brenglun, eitthvað, maður er bara svona, djöfull getur fólk verið steikt. Já. Ok, förum við spurningu nummer 6, sem er á listanum. Ok, spurning 6. Við erum búin að tala um brownies, furries. Búin að tala um mjög mikið. Mjög mikið, alls konar nördadótt, sem skemmtilegt. Ok, ég held ég myndi svara við þessu. Ok. En ég samt spenntur eitthvað segir. Hvaða hópur er svalastur? Er það Guardians of the Galaxy, Avengers, X-Men eða Black Order? Það er samt erfitt. Svalastur. Já. Hvað finnst þér að vera mest svona töff hópur? Guardians eru algjör svona goofy, bara svona mjög fyndin crew. Þau eru svona skemmtileg og svona. Já. X-Men alltaf geggjaðir. Þú veist, ég elska X-Men. Ertu spennt að fá þá yfir í Marvel? Það er að fara að gerast líka, sko? Já. Ég veit ekki alveg hvort ég er spennt fyrir það. Jú, kannski alveg. Ég myndi að fá bara eitthvað svona nýjan Wolverine þó Hugh Jackman hafi verið góður. Já, og með Captain America. Það er að koma nýr Wolverine, eða ekki? Það er ekki búið staðfesta. Sá ég bara einhverja photoshopaða mynd? Örugglega. Okay. Það er verið að ræða núna á netinu hver getur tekið við. Einmitt. En það, ég örugglega mjög erfitt með það, en ég er alveg til í það. Ok, ég líka. En þú veist, eins og First Class, X-Men First Class. Hún góð. Mjög sem góð, mjög sem geggjuð. Þó voru ekki original, skilur við. Og Days of Future Past fannst mér líka góð. Já, hún var góð líka. Já, svo kom drasl. Já. Eftir það. Nefnilega, en þeir náðu svona að gera 2 mjög góða nýjar. Já, samanlegar. En hvað hópur finnst þér svalastur? X-Men? Já. Velur X-Men? Ég veit ekki, ég get það ekki. Black Order er náttúrulega líka mjög nett, sko, Thanos og... Já, þau er náttúrulega heldur svöl. Já, þetta er alltaf svo mismunandi töff. Þess vegna þetta er tricky spurning. Já. Ef þú þyrftir að velja. Ég held X-Men eða Black Order, af því að þau eru svona töff. Já, töff og smá dark, skilur við. Já, í sammálaðir. Mér fannst nefnilega Black Order. Mér fannst það drullu töff. Ég var fyrir pínu vonbröðum í Endgame. Já. Ég vil að fá þau í eitthvað fleiri svona cool, eitthvað slagsmála actionatriði. Já. Af því mér fannst það svo töff crew. Nákvæmlega. Og bara, þau voru 4. Það ekki eitthvað 4. Og svo Thanos. Já, þau voru 4. Nákvæmlega. Það voru 3 gaurar, 1 kona og svo Thanos. Mér hefðist bara drullu töff. Já, það er meira svona baksöðu þar. Já, ég hef verið til að sjá aðeins meira þau. Já. Að þetta var flott crew, Thanos geggjaði leiðtogi. Geðveikur, já. Og mér hefðist bara útlitið þeirra svona, eins og gæinn, heitir Ebony Maw, sem var að fokka í Doctor Strange. Það var svona telepath og svona. Já. Mér hefðist hann geggja svona. Já, svo. Og gæinn með spjótið. Ég veit ekki nóg mikið við það, því að vantar sögum það, sko. Já, það vantar aðeins meira það. Ég er alveg sammála. Ok, þannig að þú er svona að flakka milli X-Men og Black Order. Já, ég held að það er svona milli þar. Já. Ég veit sko, þegar ég byrjaði að tala við þig, þá hefði ég giskað á Guardians. Já. Svo þegar það leiði svo samtali, þá er bara, hún lítur alveg Black Order. Já. Hún fílar bara vondukallana. Ok, fyrir mig næstu spurningu. Ok. Númer 7. Hvor finnst þér að vera harðari? Scarlet Witch eða Captain Marvel? Ok. Ég veit ekki mikið comics. Ok, bara út frá bíómyndunum. Já, en ég ætla bara að taka dæmi að því ég veit að Scarlet Witch á að vera meira powerful heldur hún er. Hún ekki verið dóttir Magneto. Jú. Ég las það nefnilega. Það er rétt sér. Já. Og hún á að vera miklu meira powerful heldur en er gert í myndunum. Já, í myndunum. En
Captain Marvel, hún bara getur allt, hún bara basically Superman. Hún bara hún verður ekki eins þreytt eftir að nota alla þessa krafta sem hún með en Scarlet Witch verður alltaf svona out of breath. Já, það tekur hans á fyrir hana að nota kraftana. En svo aftur á móti kemur Captain Marvel reynslu meiri, hún náttúrulega she goes way back í þessari sögu. Og líka þjálfuð sem svona fighter pilot. Þannig að kannski kemur það bara hjá Scarlet Witch með tímanum. Að hann verður meira powerful og getur stjórnað þessu meira. Viltu að meina að Captain Marvel sé þá harðar í dag? Í dag, já. Hún gerir þetta og bara hún svitnar ekki, skilur við. Einmitt. Hún eins og segir, hún bara svo Superman. Já, hún basically Superman. Hún svona of-poweruð fyrir minn smekk. Já. Það vantar bara svona eitthvað svona kryptonite á hana, sko. Já, af því hún ekki einu sinni með það. Nei, það ekkert. Nei. Ekki sem við veit allavega. Nei, og mér fannst þeir einhvern veginn í Avengers-myndunum, þegar búið að kynna hana, mér fannst þeir ekki alveg vita hvað að gera við hana. Nei, því hún myndi bara rústa þetta, skilur. Þannig að hún kemur bara aðeins í lokin og... Nákvæmlega, hún bara svona, ég þarf að fara á okkur aðra plántur. Það er bara að skrifa hana út, af því hún svo öflug, eins og segir. Hún myndi bara rústa Thanos. Já, bara easy. Hvernig fílar þau Brie Larson? Það er ágætt, sko. Það var eitthvað hana, eða ekki? Jú. Ég man ekki hvað það var. Fólk var ekki ánægt með hana, út af einhverju kommenti sem hún gerði. Það sem ég var búin að sjá að ef þú sé eitthvað svona viðtöl við þessa leikara. Ég ekki séð við hana, en ég man eftir að var eitthvað. Já, það var smá svona drama. Já. Og það lítur sér út þannig, nú þekki ég hann ekki persónulega. Nei. En það eins og sé ekkert svakalega vel liðin af þessum hópið sem að gera þessar myndir. Já, meinar. Já, mér finnst þetta eins og Chris Hemsworth, hann virkar á mig sem var svona næs gæi. Já, samanlega. Hann virkar bara svona down to earth, skemmtlegur. Og mér finnst hann virkaði svona nett pirrar. Ég sá eitthvað svona viðtal. Það? Já, þá var það hann, Brie Larson og okkur einn annar. Og Brie Larson eitthvað svona að segja eitthvað, já, ég ger öll stöndin sjálf og eitthvað svona, sem ég veist ekki rétt. Nei. Og Chris Hemsworth, það kemur eitthvað svona moment í honum, hann segir bara eitthvað, já, hei, vá, sjáðu Tom Cruise hérna. Því Tom Cruise þekkti fyrir að gera sín stönd sjálfur. Og mér fannst virka. Smá bíf. Já. Mér fannst virka sem var pínu pirrar. Þetta var ekki svona grín bara. Nei. Og svo ég líka ykkur önnu vídeo og það bara svo, já, að því leikarar, þetta bara svo velið fólk. Það getur vel að Brie Larson, kannski hún hundleðileg. Einmitt. Þú mikið hugmyndu það. Já, þú séu kannski bara gett góða leikona. Algjörlega. Já. En mér finnst ég sjá þetta smá í þessum viðtölum. Vá, ég vil til að sjá þetta viðtöl. Já, þú getur bara að YouTube þetta. Þetta er svolítið, það er fyndið að sjá þetta. Já. Og mér fannst hún verða líka svolítið pirruð. Já, ok. Þetta er pínu drama. Já. Þú verður að tjekka þessu. Algjörlega, því manna var eitthvað komment sem hún sagði sem var mjög umtalað, sko. Þannig að kannski eitthvað tengt þessu. Já, getur verið. Getur hún að sagt þetta, ég gerir stöndið mér sjálf. Já, nei, það var eitthvað meira svona meira umdeilt eitthvað. Já, eitthvað. Það getur verið. Ég man ekki hvað það var. Kannski var það bara umdeilt svona Marvel-wise, skilur, en kannski var það svona sem leikona. Ég man ekki hvað það var. Það getur verið. Já. En það var svolítið gana að sjá það. Ég er svona fílanleg. Mér finnst hún, að mér er alveg sama hvað fólk, eins og eitthvað frægafólki, er að gera eitthvað í engalífinu. Þetta er ekki vini mínir. Nei. Ég get alveg að horta okkur að mynd og mér finnst það bara fín leikona. Nákvæmlega. Og mér finnst Captain Marvel myndin fín. Hvernig fannst þér hún? Mér fannst hún góð, sko. Já. Ég var alveg, já. Og mér finnst þau skemmtileg, Samuel Jackson og Brie Larson, þau saman. Mér finnst þau góð. Sammála. Ég hef ekkert slemt að segja þessa mynd, sko. Nei. En í samanlega, hún er svolítið overpowered. Já. Hún er svakalega öflug. Hún er svo Superman eða bara ekki einu sem kryptonite. Nei, mitt. Þannig að hún kannski í dag er svona harðari. Ég myndi bara að það fær slag. Það er ekki hægt að fara slag á hana, basically. Nei. En gæti ekki Scarlet Witch bara eitthvað? Gæti alveg verið. Hún á að halda Thanos niður mjög lengi og hafa með alla Infinity-stónuna. Nákvæmlega, hún er drull öflug, sko. Já. En, þú komst okkur inn á góða punkt. Hún geti kannski haldið Captain Marvel. En hún verður þreytt. Já. Þetta tekur á fyrir hana að nota sína krafta. Nefnilega. Þannig að það er kannski erfiðara fyrir hana og ég hugsa að Captain Marvel myndi bara drepa hana. Eða þeir farið í eitthvað svona life or death dæmi, sko. Bara, já. Ámynduruglega rústinni. Já, sammála. Captain Marvel. Já. Ok, næsta spurning, ég er spenntur þessari. Ef þú getur fengið heila bíómynd einhverja Marvel-personu sem er hingað til að vera í aukahlutverki, hvaða personu myndið þú velja? Sko? Sem hefur hún ekki fengið heila mynd. Heila mynd? Já. Ég hefði sagt Loki ef það væri ekki að koma míniserja hann á Disney Plus. En það er náttúrulega að koma 6 tímar þar, þannig að ég verið freka til í 6 tímana heldur en 2 tíma mynd.
Kannski ég var alveg til að sjá ég veit það ekki. Erfið spurning? Þetta rosalega erfið spurning. Fyrst annars sem við dátt í hug, veit ég hvort það er góð hugmynd, var Groot og Rocket. Ég veit ekki af hverju. Já. Það gæti verið skemmtilegt. Þeir eru skemmtilegir? Þeir eru geggjaðir. Gott chemistry? Já. Og Drax. Drax er geggjaður. Sko. Hann er mjög skemmtilegur. Já. Bara hrikalega fyndin karakter. Mjög fyndin. En hvort fílaði þú? Groot þegar hann er fullarinn? Baby Groot er fullarinn, já. Eða þegar hann er bara barn? Eða hann var svona úllingur, var ekki Guardians 2 í lokinu henni? Jú, við fengum bara credit sín með það samt. Já. Ég hefur til að sjá meira. En eins og þegar Guardians 3 kemur, var ég til að sjá hvernig viltu að Groot sig þar? Ég vil hans afterground, sko. Við fengum bara eina mynd. Já, mér finnst það bara hvernig varst að vilja Baby Groot dæmi? Það er bara ég vil ekki sjá meira af því, sko. Nei. Hvernig varst það Guardians 2? Ok, hún var góð. En mér fannst þetta ómikið, sko. Ég væri til að bara sleppa endinum. Ég geti hort á hana og sleppt endinum, skilur. Bara, mér finnst endinum vera allt og mikið. Sammála. Bara komin í eitthvað bull þarna. Sammála. Hann eitthvað plánet, eitthvað. Mér finnst það ekki skemmtilegt. Ekki. Nei, mér finnst fyrsta geggjuð. Geggjuð. Ógeðslega góð mynd. Svo kom þessi 2 og ég var bara eitthvað, ég var líka, ég maður þegar ég sá hann og það kom hlé. Bara svo fyrsti helmingunum myndinni. Þá var ég bara svona, hvað er þessi mynd? Mitt. Mér finnst ekkert að gerast og ég þoldi ekkert að Baby Groot dæmi. Sko. Nei, mér fannst hann alltaf í þangað til að ég er bara svo invested. Ég verð bara svo invested í karakterunum. Að ég gæti aldrei sagt bara að þetta var léleg mynd. Að því ég bara dyrka karakterinu ómikið. En eins og fyrsta er náttúrulega bara einu uppáhaldsmyndunum mínum. Já, ég man þegar það kom út, þá vissi ég ekkert Guardians. Það var bara alveg nýtt. Já. Alveg ný saga sem kynnt fyrir mér, sem er magnað að þið náðu að gera það. Já. Og ég man ég fór á hana, ég var bara best með sem ég sé. Og ég talaði við Birtu, hún er bara alls ekkert inn í þessu. Nei. Ekki neitt. Ég sagði við hana, Birta, þú voru að koma með mér á þessu mynd, hún er ekki sjans. Ég skal endurgreiða þig miða þín ef finnst hún léleg. Ok. Og þú veist, hún er bara, ég fór á myndina og ég sagði, á ég endurgreiða þér? Nei, hún var geggjuð. Já, nákvæmlega. Þú veist, Birtu fannst það. Já. Og það Birta bara mannski sem horfur ekkert á þetta. Hún var ekki svona Harry Potter. Þannig að... Og var hún búin að sjá hina mannmyndar? Eitthvað? Eitthvað bara svona með hálfu auga, skilur. Nei, ég veit. En henni varst þú skemmtileg? Hún var skemmtileg. Hún hefði getið sagt við mig þó henni var skemmtileg, bara leiðin á mig hurðu þessu. Já, borgaði mig samt með það. En hún varð að viðkenna. En það er líka bara því að það er svo mikill sjarmi yfir þessari mynd. Svo mikið, sko. Og chemistry á milli þeirra alla. Já, tónlistin einmitt. Ég veit ekki hversu oft ég hlusta á Awesome Mixtape. Bara á Spotify, skilur. Einmitt, þetta er bara skemmtileg lög. Bara allt væpi í myndinni var mjög skemmtilegt. Geggjumynd. En já, ég var fyrir vonbrigðum með 2. Já, ég skil það alveg hér líka. Endurinn var bara svona, jæja. Já, þetta var svona, og mér var að fara að leiða, sko. Já. Ég var bara í bíón, ég var bara, hvað er ruglið í gangi? Bara ekki skemmtilegt. En þetta er gott svar. Ef þetta er svarið, Rocket og Groot. Já, ég held að ég sitt það bara á borðið. Hvernig fílar Rocket? Geggjaður. Hann er æðislegur. Já, Bradley Cooper líka bara. Hann er geggjaður. Hann komur óvart. Líka mér. Ég var alveg smá svona, what? Þegar ég sá nafnið hans á borðinu, ég var bara, en hann komur óvart. Ég er mjög ánægð með þetta. Þetta er fínn leikari. Já. En þegar ég las eitthvað, Bradley Cooper á að tala fyrir Rocket Raccoon, ég var bara, Það fannst það ekki make sense, fannst það ekki passa. Nei, en hann breytir öllum svolítið skemmtilega. Já, mjög. Leikur hann mjög skemmtilega. Nefnilega. Ok. Ég hugsi ég verið sammálaður, ef ég var að spyrja sjálf með þessu. Ég held ég sammálaður. Bara Vin Diesel og Bradley Cooper. Í rauninni? Já. Þó hann segir bara eitthvað, I am Groot. Segir ekkert annað. Nei. Geggja karakter. Númer 9. Þetta er nördaspurning. Ok. Hvað væri þú mest til í að gera af þessu sem ég var að telja upp? Ok. Manstu þetta þessa spurningu? Man ekki alveg. Ok. Númer 1. Væri þú mest til í að fara í heimsókn til Wakanda og gista þær í viku? Ok. Eða væri þú til að berjast í seinni heimsstyrjöldinni með Captain America? Eða fá að eyða heilum degi í höfuðstöðum Avengers? Já. Eða fljúum geiminn með Guardians of the Galaxy? Þetta er rosalega spurning. Finnst þú nervið? Já, en ég held ég myndi ekkert nennan að vera eitthvað í höfuðstöðum Avengers. Ok, ekkert spennandi. Á meðan við hitt. Ok, taka það út strax. Já. Ok. Fljúum geiminn með Guardians er eiginlega bara gott comedy, sko. Það var eiginlega ógeðslega gaman. Væri til að fara til geim og þau tökka þig? Já.
ef ég væri Overwatch já, ef ég væri bara með Guardian skilur en sem bara ég ekki sko. Þannig ef við komum til bjóða núna bara Elon Musk myndur segja að þú getur farið upp til game já, ég myndi alltaf að fara myndur fara? Já, ég held að Ég myndi ekki þú ræði mig okay. Nei Það er guaranteed að koma tilbaka Já, það er ekki það ég sé hræddur að deyja Þú myndir ekki bara fá alltaf að bara sína heiminn bara Já, mér að þú myndir fengir að sjá plánduna Já, það er rugglað Ég er bara einhvern veginn ég veit ekki, ert þú mikið fyrir rússíbana Nei Teygistökk, hefur gert það? Nei Langar að prófa það? Nei, ég er mjög loftrædd sko Já, þú ert loftrædd? Ég er mjög loftrædd En eins og fallegastökk? Ég myndi ekki fara í aldrei En þú ert komin í geiminn Ef þú bjóðar í geiminn, þú getur aldrei fara í geiminn Nei, það er einnig rétt Þetta er bara once in a lifetime Þú ferði í geiminn ef eitthvað býðir þér Já, ég er svona eitthvað hræddur þetta Ekki það ég sættum að deyja Nei Þetta er eitthvað svona, þetta er þegar þeir fara upp þeir sitja henni í svona geimflug þeir fara náttúrulega fáránlega hraða mér finnst bara eitthvað svo skeri líka við það að vera ekki með vera ekki eins og jörðin Nei, mitt En maður veit svo ekki hvernig það er Ég var til að prófa Nei, ég var reyndað til að prófa að vera í eitthvað svona zero gravity dæmi, þar sem ég bara svíf eitthvað Er það ekki hægt? Þá fer maður eitthvað x hátt þar sem það er ekkert gravity Þú getur gert það? Já Og þú getur aldrei farið bara í Ekki? Jú, frekar en geiminn okay. Ég myndi gera frekar en geiminn Þannig að þú getur víst farið eitthvað svona flug ég held að það sé bara flugur og hún fer bara það hátt ég kannski sé eitthvað alveg kjafta þér núna hún fer heldur hátt og þar svona getur verið í svona zero gravity í held ég bara einhvern x tíma Já, það er eitthvað þannig Þetta er eitthvað svo leis En þú borgar eitthvað voða mikið til að gera þetta aldrei Já, ég held að það sé actually bara thing Já, einmitt Ég veit það ekki Ég held að Tom Cruise er búin að prófa þetta þannig leið Ég var til að prófa það en geiminn Þú myndir bara segja nei Þú verður bara Ég myndi segja, ég þori ekki I'll pass Í rauninni, ég held það En eins og kafa Nei, ég vil ekki sjá það sko Ekki? Mér finnst meira skeri að fara undir bara sjórin skeri fyrir mér Ég myndi ekki fara niður og kafa Nei, ég er samanlegar Ég er mjög sjóhræddur Ég líka Ég er ekki vassræddur en ég er sjóhræddur ég líka Og mín versta martröð ég hef stundu fengið svona martröðir að ég er einn undir sjó og ég er bara eitthvað og ég veit ekki, og það er myrkur Ói maður, nei Skilurðu? Já Þó myndi ísa fara fram hjá mér, skilurðu? Ég myndi líða mig Ég myndi fríka út Ég myndi bara pass away, bara af hræðslu Já, ég held nefnilega, ég myndi bara deyja Já Þú veist að kafa eitthvað svona djúpt Ég hef pröfað að reyna að kafa, sko scuba diving Ég fekk svo miklu innlökunarkennd En varstu alveg með grímu og tankvað? Þetta var eitthvað á Magaluf eða eitthvað Við vorum að fara bara einhverja ferð Ég gata ekki, sko En varstu komin í Galamalt? Ég var komin bara í, þá var bara maður að reyna að hjálpa mér að fara undir Ég bara gata það ekki, ég fekk svo miklu innlökunarkennd Allt svart, ég sá ekkert Af hverju ætti ég að kafa sem ég sé ekki neitt En býtu, varstu að kafa Það var bara, og sást ekki neitt Þetta var ekki eitthvað svona alveg þvílíkt fallegu sjór Nei, þetta var alveg fyrir eitthvað dimmu sjór, sko Í? Já Af hverju myndi maður fara? Ég geta ekki Nei Ekki séns Ekki séns Ég með þess að fá bara smá svona að tala þetta Einmitt, ágríns Mér finnst það ógíslegt Já, mér líka Tengjum þarna, sko Það er ekki margir sem tengja við mig þarna, sko Með sjóhræðsluna mína Þetta er bara svo skeri Þetta er svo skeri, sko Þetta er risastórt Djúft Þú getur ekki andaðan undir En hefur þú hoppað út í sjó? Já Hefur alveg bara svona hérna á Íslandi bara eitthvað hoppað út í sjó? Á Íslandi, nei, guð Bara eitthvað úti? Bara Ítalíu, bara hoppa snekju og aftur upp, skilur En þú gert það? Ég ger það alveg Þú getur það ekki Ég tók mér svolítið langan tíma Ég þurfti alveg að mana mig upp í til að byrja með, sko Bara að vaða út í sjó var erfitt fyrir mig til að byrja með Svo fór ég upp til Bali og ég skráði mig í surfkamp Er það surfa? Ég fór að surfa þannig, ég farið í surfkamp Hvernig er það? Mér var svo gaman, sko Það var mjög gaman Ég þurfti bara einhvern veginn að hætta að hugsa hvað ég var hrædd í sjóin En er það sem pínu skeri? Ógeðslega skeri Að detta úti í maður Við minn góður hvað er skeri Öldur og eitthvað Sást þú eina mynd þetta er ekki nördamynd sem heitir The Shallows með Blake Lively Já, oh my god, það er hræðileg mynd Meinar hræðilega því fannst hún léleg eða fannst hún skeri? Já, það er hún á brimbretti og það er hákalla eldana Ég er svo hrædd að hákalla, sko Já Ég er svo hrædd á Þetta er bara eitthvað skrimsli Ágríns
Ég bara, getur þú fyrir hákallabúr? Ekki sjans í helviti, sko. Bara ekki sjans. Bara mín versta martröð eru hákallar. Ég fæ stundum svona hákallasker því ég er sundlaug, sko. Einmitt, ef þú ferð að hugsa það, þú kannski synda, þú hugsa að það er hákall alltaf mig. Já, í sundi. Það er ógeðslegt. Ég bara í sundlaug. Já, ég fengi bara svona frikað í sundi, sko. Bara ég hef lent í þessu líka sjálfur. Mér finnst þetta ekki gaman að synda. Nei. En þegar ég hef farið, ég verð að þvílda að passa mig, hugsa ekki svona. Nei. Ég bara frika sjálf út. Ég líka. Þetta er ógeðslegt. Þetta er svo ógeðslegt. En ættu þú með að fara í snekkjaða bát þar sem að botnin væri bara svona gler. Fattar það mig? Og sér bara botnin? Já. Botnin á bátnum er bara gler. Þannig að þú stendur oná, þá myndir þú sjá, það myndir hákallur undir bátnum, þá myndir þú sjá hann synda fram hjá. Ættu með það? Ég held það. Ég held ekki með það. Ég held ég ætti erfitt með, en ég held ég gæti alveg sitið þar, en bara með lappinu uppi. Já, þú getur ekki verið á gólfinu sjálf. Nei. Ég fæ bara svona gæsa að hugsa það. En einmitt þess að þegar ég var í fyrra á Ítalíu að hoppa út í sjóinn bara fullu, geggjaði dagur. Og svo allt í henni fengu við svona snorkelgleru, bara sundgleru, og ég hoppaði með þau næst, sé ofan í, og sá svona undir bátinn. Ég myndi að hvað undir bátur, það er ógeðslega skeri dæmi. Já. Og ég fríkaði út, ég fór ekki aftur út í, sko. Ég gæti ekki með glera því ég mátti ekki sjá, þurfti bara svona að hoppa út í, svo bara flýta mér upp úr. Ég get þetta ekki, sko, og ég get sagt reitt fyndið mig. Ég til dæmis, ef ég spila töluleiki, þú veist, þetta er fucking töluleikur. Og ég kannski bara leika Lara Croft eða eitthvað. Já. Og þetta er svona þriðju persónu, sérð karakterinn. Einmitt. Ef ég þarf að synda og kafa, veistu það, ég á með það. Já, ég trúi. Í töluleik. Svo prófaði ég daginn, ég á svona virtual reality gleru. Oh my god. Hefur þú testað svoleiðis? Nei, mér langar eiginlega ekki að testa það. Ok, ímyndaðir þannig. Og en sjó. Já, ég keypti leik. Ég ætlaði að augra sjálfum mér. Keypti leik sem heitir Free Diver. Þá er það þannig að þú ert í einhver skipi. Já. Það er eitthvað svona, kólver eða eitthvað, og þú ert að synda upp á yfirborðið. Og þetta er bara svona alvöru image. Er þetta teiknað? Þetta er bara tölvuleikur. Ok. Og grafíkin alltaf ekki eitthvað brjálaslega góð. Nei. En af því þetta var sér reality, það líður svo sér þú bara kaupir þetta. Já. Og þetta var svo scary. Ég gæti spila 5 mínútur. Ég hef ekki spilað en leik meira, sko. Ég trúi því. Ég myndi held ég ekki geta það, sko. Ógeðslegt. Já. Herru, já. Ef við ekki fara bara í síðustu spurningu. Jú. Það er nummer 10. Nummer 10. Hvað erum við með? En þú valdir það ekki að fljúga geiminn. Var það ekki raunin svaraðið með Guardians? Var ég búin að... Nei, ég var ekki búin að svara. Varst ekki búin að svara því? Ég var svo upptekinn af geimnum. Já. En hvað myndir þú velja af þessu? Sko, ég held að ég myndi velja berjast í seinni heimsstyrjöldinni með Captain America. Því ég hef alltaf verið mikið history fan. Lífshættu? Já, en mér alltaf langað að vita, þú veist, hvernig að vera upp á þessum tíma. Já. Ég held að það sé svona, þú veist, bara saga var upp alls fæið mitt í menntaskóla. Ég hefur mikið náttúrulega því. Já, mér varst geðskemmtilegt. Og seinni heimsstyrjöldin, ég held, og þú veist, ég elskaði að þetta gerist á þessum tíma, það er svona Captain America svona geggið, að maður sér svona inn í þennan tíma. Já. Mér finnst það geðið. Þannig ég held ég myndi velja það. Þú myndi velja það? Já. Þetta kemur óvart. Já. Af því ég hugsaði með mér, þegar ég samdi þetta, ég hugsaði með mér, ok, hún er örugglega ekki að velja það, að þú ert í rauninni í lífshættu. Einmitt. En það er cap með þér. Já, mér finnst það bara svo töff samt. Já. En hvernig fílar Captain America? Geggjaður. Hvernig finnst þið Chris Evans sem hann? Ég fíla hann. Ég var mjög iffy þegar þetta kom út. Ég líka. Já, bara, ég sá hann bara í nóttuna teen movie, skilur, mástu þetta henni. Já. Ég sé hann bara fyrir mig þar, en hann kom mér skemmtilega ávart. En þú sást Fantastic Four gömlu. Já. Hann alltaf lék Human Torch þar. Já. Og mér fannst hann einhvern veginn ekkert spes. Nei, hann er allt annað karakter núna líka. Hann næri sér svo vel. Já. En Chris Pratt, sem leikur Peter Quill, hann átti að vera Captain America. Sér það? Hann auditionaði fyrir hann. En það? Já. Það er mjög steikt. Já, ég er að sjá það fyrir mér. Ég sé ekki fyrir mér. Nei, ekki heldur. En eins og Chris Evans, ég er sammála því ég heyrði þetta fyrst, ég var bara eitthvað, er hann á leika Captain America? Ég held bara eitthvað, er hann bara að fara að djóka eitthvað hægri vinstri og... Ég veit. Svo var það ekki þannig. Nei, alls ekki, hann er bara alveglegasti karakterinn. Já, bara hvernig hann leikur hann. Já. Ég verð að segja fyrir mitt leiti, en ég spurði það hver upp á Stína Origja í Marvel-dótinu. Og mér er það Captain America. Já, ég skil það mjög vel. Mér finnst bara góða myndið um honum. Já, mjög. Það er líka uppáhaldsmyndið, þetta er svo fyndið. Þú sagði Thor. Uppáhaldsmyndið þín Thor Ragnarök. Uppáhaldsmyndið mín
Captain America Winter Soldier. Já, hún geggjuð. Hún ógeðslega góð maður. Sammála. Mér fannst hún geggjuð og Chris Evans finnst mér æðislegur í þessum myndum. Geggjuð. Ok, þannig að þú er kannski freka til að berjast í seinni heimsstyrjunni með Captain America. Þetta er Flugum geiminn. Já, ég held það. Gott var. Já, þá far ég aftur tilbaka og fæ að sjá það sem ég vil sjá. Að ég hugsaði líka að fara til Wakanda. Jú, það er alveg cool. En í viku þar? Hvað er maður að gera það? Nei, mitt. Þannig að þetta voru ekkert allt eitthvað sem ég langaði þess að gera. Nei. Mér langar að sjá hvað þú fílaðir. Það er ekki að fara til Wakanda samt. Já, en eitthvað hanga þar. Eða vera með Captain America. Nákvæmlega, og berjast með honum. Já. En verður maður það ekki vera með eitthvað krafta? Jú, það ekki. Væri maður ekki bara Bucky? Basically. Þau voru samt ekki bara saman, basically. Nei, meinur þá Bucky með krafta? Já. Því Bucky var alltaf bara velur. Já, reyndar trú. Ef þú getur verið Bucky... En það er svo margir aðeins sem ekki með krafta, basically. Hver myndur þú vera? Í Captain America? Hann er alltaf bara einn. Já, basically. En myndir þú að fara í seinni heimsstyrjöldina þó sem Captain America? Það er engin annar, ekki margir aðrir með krafta þar. Nei, það var bara hann. Ég hlýtti að vera mjög góð að berja, skilu, ég væri bara... Já, ertu að gefa þér það að þú sétt að bara geggjaður hermaður? Já. Ég er bara hans sidekick eða eitthvað. Hann myndi velja mig yfir ykkur aðra, skilu, ég er það góð. Já. Þannig að þess að ég er ekkert léleg, ég er ekkert bara ég. Nei. Þannig myndi ég mynda mér það. Ef ég væri ég, þá myndi ég bara velja að fara í Wakanda í vacation, sko. Já, ég skil því. Ok. Þannig að þú er bara þú, bara Sunneva, íslensk stelpa, og farið setja heimstunduna, þá kannski var ekkert að vola. Nei, það var ekki sniðið. En þá fengir að vera eitthvað svona sidekick og kannski mögulega með eitthvað smá krafta. Já. Þá getur það mjög cool. Já. Annars ef ég færi það, ég er bara skotist. Já, það eru klar. Bara gefast upp, nákvæmlega, maður myndi bara gera það. Já, þetta er skemmtilegt val. Já. Ok, fyrir mig síðustu spurninguna. Síðustu spurning, ok. Þess að síðustu á þessum blaði. Ef þú getur hort á eina mynd, bara hún í kvöld, sem er semst ekki komin út. Já. Hvaða mynd myndir þú velja? Og þarna fékkst að velja Black Widow, já. The Eternals, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, eða Thor, Love and Thunder. Þetta er ógeðslega erfitt. Það, ég held kannski að vera auðvitað þig, að þú elskar Thor. Já, en Doctor Strange er hann svo ógeðslega góður. Það er bara eina uppáhaldsmyndur á mjög líka. Þó ég elski Thor svona mikið, þá er ég ekki einu svona að gefa smá kredit hvað ég elska hina mynduna líka, sko. Bara Doctor Strange, fyrsta myndin, bara ein besta Marvel-mynd sem ég sé. Já, hvernig fílar hann sinn karakter bara? Geggjaðan. Já, í sammálaður. Hann Benedict Cumberbatch, hann bara neglir þetta hlutverk, sko. Hann bara fættist til þetta hlutverk. Já, án gríns. Ég sé hann ekki fyrir mér í neinu öðru eftir þetta, sko. Þetta er svo að þú heyrðir hann að leika Doctor Strange, varst ekki bara eitthvað, já, auðvitað. Já, það var bara sjálfsagt, sko. 100%. Hvað myndir þú velja? Þarna máttu ekki svindla neitt, þú mátt bara leina mynd. Ok, ég má ekki velja tvær. Þú mátt ekki velja tvær. Nei, en... Þetta verður ennþá erfæra fyrir að velja. Já. Af því að, eins og við tölum aðeins áður við byrjum að taka upp. Eins og þú sagðir, þú ert búin að sjá trailer fyrir Black Widow til dæmis. Þú ert ekki búin að sjá neitt fyrir hinar. Nei. Nema, eins sem við vitum með Eternals, það er komið cast. Það er Jon Snow. Þú ert ekki búin að sjá neitt. Angelina Jolie, Salma Hayek. Þetta er alveg gæti. Já. Ég er ekki, bara first impression, ég er ekkert spennt fyrir því. En það gæti orðið bara eins og Guardians of the Galaxy var, skilur. Bara heill nýr, bara heimur. Sem að þekkir ekki neitt. Nei, sem er bara geggjaður. Þannig að það gæti verið mjög spennandi. Gæti ekki. En ég held ég verið að velja Doctor Strange, að ég er rosalega spennt að sjá hann aftur. Saman, ég held það. Já, 100%. Ég held að hún getur orðið svolítið spennandi. Ég held að hún sé geggjuð. Já. Þó ég veit ekkert. Nei, ég veit í rauninni ekki neitt. Þeir eru ekkert búin að gefa þetta upp. Ekki neitt. Í rauninni. Já, en auðvitað langum að sjá allar sem myndir. Já, bara allar. Fyrir allar í bíó, sko. Ok, þá ætlum ég að spyrja út í eitt, að því að þú er búin svo trailer. Ég veit þú horfur ekki beint á trailer, þú ventar að sé eitthvað, ekki? Úr Black Widow. Já, ég horfði á trailerin fyrir Black Widow. Svo er komið Wonder Woman. Ný. Ég er ekki búin að segja trailer hann. Þú er ekki búin að trailer? Nei. Sástu Wonder Woman? Já. Hvernig fannst þér hún? Mér fannst hún góð, sko. Fannst hún ekkert slæm. Nei. Hvernig fílar þau Gal Gadot? Mér finnst hún geggjuð. Já. Hún er mjög flott og mér finnst hún bara svona bara eins og bara teiknútgáfa af Wonder Woman, eins og ég teikna henni á blað, sko. Hún er með þetta. Já. Ég fíla hana mjög vel sem Wonder Woman og fyrsta var alveg mjög fín. Já. En
svo sagði trailer fyrir 2. Já, ég veit ekki, ég er ekki búin að sjá hann. Ég horf ekki að trailera. Já, það því þú trættum að eyðileggja myndina? Já, mér er svo gaman bara að vita ekkert. Já, þú meina það? Ég reynir bara að lesa ekki eins og neitt það. Mér er samt svo gaman að horfa á, af því þegar ég horfa góð trailer, þá er svo geðspenntur. Ég skil það, en ég gerði þessa reglu bara einhvern tímann. Já. Og þú veist, þó ég var að vinna í bíó, þá beið ég bara, ég horfði aldrei á trailerina neitt, þegar ég labbaði út af sýningunum meðan trailerinu voru, kom inn þegar myndið var að byrja. Nema var eitthvað mynd sem var bara til saman skilur, eða kom Marvel mynd, þá bara fór ég út salnum. Þú horfði sérst ekki á trailerinu sinni í bíó? Nei. Það er svo magna. Já, mér fannst það gerði svo mikið fyrir mig. Kannski þess fannst mér myndina betri heldur en eins og Thor 2 skilur. Já, þú varst ekki búin að mynda neina skoðan, það var enga væntingar, ekki búin að sjá neitt. Það er svo margir sem horfa á myndir og eru bara búin að ákveða hans léleg. Það var mjög margir þannig. Það er góð punktur. Já, sérstaklega fólk sem er inn í þessu skilur. Já. Það gerir bara, já nei, hún verður umleg. Þessi karakter make ekki sens hér, hún er bara búin að búa til. Þannig að þú veist ekkert. Þetta er góð punktur, reynir bara ekki að lesa það og bara leyfa þeim að setja það fyrir þig niður og búa til. Já, það er miklu betra sko. Já, þetta er mjög góð punktur. Ég á Eidvin sem mann eftir, sem gerði þetta fyrir Lord of the Rings. Já. Hann var svo spenntur fyrir Lord of the Rings. Hann er ekkert svona nörd. Nei. Hann bara elskaði Lord of the Rings. Þannig að þegar fyrsta kom út, þegar kom ásfresti. Já. Og fyrsta kom út, hann var bara fuck, ekki mynd. Hann bara ákvað, ég ætla ekki að horfa neina trailer fyrir 2 og ekki fyrir 3. Þannig að þegar ég fór með honum í bíó, þá lokaði hann bara augun. Já. Hann hélt fyrir eyrun. Já, ég gerði það líka. Og lokaði augunum. Og ég hef gert þetta einu sinni. Af því ég hefur mikið áhuga á trailerum. Og ef ég veit til þess, það komið bara einhver Batman trailer. Ég hef bara ekki þann aga að sleppa í horfan. Ég öfundaði samt, sko. Ég er mjög góð í þessu, sko. Ég öfundaði. Ég væri til að vera svona. Ég hef bara ekki töðunar í þetta. Já. Ef ég veit bara, ég þarf að íta bara hérna á takkan á tölunni eða í símanum og geti hort á trailer, þá væri ég að gera það. Já. Ég gerði það einu sinni. Það var fyrir Endgame. Horfðu ekki á trailerinn fyrir það? Nei, ég sá einn teaser sem var bara mínúta eða eitthvað og ég sagði vinur mína, ég sagði strákar, ég ætla ekki að horfa neitt meira með þessa mynd. Nei. Og það var heldur gaman. Já, það er það. Já. Þetta er alltaf en upplifun heldur en að vera búin að sjá trailers. Já, ég veit það. Ég ætla að velja einhverja Marvel mynd, bráðum, eins og Doctor Strange kannski. Ég ætla ekki að horfa trailer. Ekki gera það, ángríns. Það er skemmtilega. Það er það. Ég lofa því. Já. En eins og trailer er mikilvægur núna að ég var búin að ákveða að Robert Pattinson var ekki góð Batman. Já. Þarna var hann mikilvæg fyrir mig. Strákurinn í Kiwi lét mig horfa á hann. Ég bara horfði á hann og ég eitthvað, ok, ég til ég það. Já, því þarna varstu búin að, þú varst ekkert spennt. Nei. Svo stu trailerinn og ert núna orðin spennt. Já, en samt, ég horfði líka á Tenet. Og mér er Robert Pattinson geggjaður í henni. Þannig að... Þú veist búin að sjá hana? Já. Ok, ég verð að spyrja, við fyrir ekki út um að spoilera. Nei. En að því hún er svo ný, ég vil ekki skemma hennar fólki. Nei. Hvernig fannst þið Tenet? Mér fannst hún geggjuð. Þér fannst hún geggjuð? Já, mér fannst hún geggjuð. Ok. Kannski er það að ég er ekki búin að fara í bíó í 8 mánuði eða eitthvað. Já, einmitt. En mér fannst hún geggjuð. En skildur hana? Þú veist, þetta er alveg flókin mynd, en ég var ekkert eitthvað, svona ekki eitthvað það erfið, sko. Þú gæst notið þess að horfa á hana? Já. Já. Mér leti, sko. Eða það? Og kannski verða bara það að ég var ekki búin að fara í bíó svona lengi. Ég er að bæla eitthvað þú hafa verið bara eitthvað stuði. Nei, ég finna svo fullt fólk sem fílar hana. Já. Þér fannst þú bara góð? Mér fannst hún góð, sko. Já, ég er náttúrulega erfitt með hana. Ég talast mikið Tenet, en mér er alveg gaman að því að eins og þú segir, það er ekki búið að koma þetta í bíó. Einmitt. Og bara loksins fá okkur stórmynd. Einmitt. Þetta hefur aldrei gerst. Af því sumarið, það er það svo stór tími verið stórmyndir. Þetta hefur aldrei gerst bara held í sögu kvikmynda. Aldrei, sko. Kvikmynda bara að það komi bara einhver stórmyndir. Nei. Og svo fengum við loksins Tenet. Já, ég var ánum með það, sko. Já, ég líka. Ég var svo spenntur að fara á hana. Og ég var bara eitthvað, minnst það. Varstu búin að horfa á trailers? Ég var ekki búin að horfa neitt. Ég vissi ekki neitt um þessu mynd, sko. Ég vissi ekki þú vissir ekki neitt? Ég vissi ekki eitt hlut. En þú vissir að Christopher Nolan gera? Já, það er einu sem ég þurfti að vita. Hvernig fílaði Inception? Mjög svo góð. Já. Hvor er þetta betri? Ef ég spyrir núna bara. Áttu eftir með að svara því? Inception eða Tenet? Já, mér finnst það smá rétt. Aha. Já, Inception, hún er svo ógeðslega klassik og góð. En ég held ég myndi horfa Tenet aftur. Frekar en Inception? Já. Af því ég er búin að sjá hana alveg nokksunum. Já, ok, ég ætla að spyrja. Horfðu þú oft á sögumynd? Já, ég held það. Aha. Já, alveg vandrarlóft, sko. Já, ég held það líka. Ég verði eiginlega bara að horfa á nýja myndir af því að ég held þessi fullt sem ég hef ekki séð, sko, sem er geggjað. Já. Efni, sko. En þú sést ef þú horfur okkur geggjað mynd, eins og Guardians, þegar þú geggjuð. Já.
þá bara horfur á hana oftar en einu sinni oftar en tvisvar. Þú sagði að við fara hana allavega tvisvar bíó. Já, vel tvisvar sko. Hvað metið, manstu það? Að fara sömu mynd oft í bíó? Hvað mynd það? Ég held að það var Andrews Guardians. Ég held ég að fari alveg 3 sinni mánuð eða eitthvað. Okay. Ég held að það sé met. Það er metið þitt? Já. Ok. Ég er samt í Elvis. Gæti alveg verið Avengers eða eitthvað líka sko. Já. 3 er alveg fínt. Já. Hvað segir metið mitt? Hvað? Þetta er alveg vandræðið. Ég fór 8 sinnum úr Dark Knight. Það er rosalegt. 8 sinnum? Já. Ég skil það samt. Mér finnst hún geggjuð. Já. Líka ég er Batman-nörd. Já. Og mér fannst það svo geðveik. Já. Ég maður þegar ég kom á myndinu, ég bara, vá, þetta er geggjumynd. Ég fekk líka svona nett spennufall í labbátu bíónu, ég var bara svo spenntur. Og ég get sagt það, ég hef sagt þess að áður í einu podcasti sem ég tekja upp, ég ætla að segja þér þetta, þegar finnst alveg, þetta er alveg fyndið saga, að þegar Dark Knight kom út, ég var svo ógeðslega spenntur, með að Batman Begins æðislega. Og ég elska Joker. Joker í Dark Knight, ég bara, shit, þetta verður geðveikt. Trailerin kom út fyrir þá mynd í desember 2007. Góð trailer. Ég horfði á hann daglega. Þá getur myndin kom út. Og var það ekki traumatizing fyrir þig þá þegar Heath Ledger dó bara í janúar? Mér finnst það hræðilegt. Það gerði svo mikið skugga á myndina og myndin var svo ógeðslega dark líka út af því einhvern veginn. Já, þetta var ekki bara svo leiðilegt að því að hann fekk ekki alveg með að sjá viðbröðin við hans framistöð. Einmitt, þetta er svo ógeðslega sorglegt. Þetta er svo sorglegt. Að því hann var svo geðveikur í þessari mynd. Ógeðslega góður. Að þegar ég horfði á hana, þá var ég var bara blown away. Og eitt skipti fór ég á hana 2 í röð. Hefur þið gert það? Sessat, nei, ekki back to back, nei. Bara setið í salnum. Bara næsta, aftur. Ég hef aldrei gert það. Gætir þú hugsað að gera það? Já, ég gæti hugsað að gera það. Myndir segja það er nördalegt? Það er það. Já, ég gerði það við Dark Knight. Já. Þá fór ég á hana. Ég bara vissi ekki að það var möguleiki að gera það. Þetta er möguleiki. Sunneva, ég er að segja það, þetta er möguleiki. Þú getur gert það. Það var 2 miða, 1 á 6 og 1 á 8 sýninguna. Það sem ég gerði. Ég fór á hana, þú veist, klukkan 2 eða eitthvað, eða 3. Það var svolítið löng mynd. Já. Svo myndin að klárast. Ég fór með 2 félagum minnum á þá sýningu. Svo eru þeir bara farnir, ég sé bara bæstrákar, ég sitt bara kjör. Svo bara allir að tæmast úr salnum, að ég var að fara á sýningun eftir. Hvar var þetta? Þetta var í Háskólabíó. Ok. Og enn hræðilegt. Bíó, til að við fórum á þessum myndi í. Já, ég veit það, þetta var eitthvað, mér finnst Háskólabíó ekkert svakalega skemmtilegt bíó. Nei. Og ég man ekki okkur þetta var, en kannski upp á tíman eða eitthvað. Já. Það var alltaf í Háskólabíó. Og svo sitt ég bara í salnum, sætinu. Svo kemur minna að vera stelpa sem var að þrífa salnum. Og hún er bara eitthvað, myndin er búin. Ég segi, já, ég veit, ég er að fara á næstu sýningu. Ég man ekki alveg svipin á henni, en við minnum hana bara svona eitthvað, bara brosti bara. Já. Bara hann eitthvað rugglaði þessu gaur. Og ég var hann svo svangur. Af því ég var búin að vera náttúrulega að 2 hálfstíma myndið eða eitthvað. Þannig ég hringdi félaginn minn sem var að fara að hitta mig á seinnisýningunni. Hann kom með langklukku hann. Alvöru, sko. Voru alveg vel snett, sko. Já, og ég var bara hann geðið svangur. Þetta er fyrst sem gert það. Ég veit ekki hvernig gerir þetta aftur. Þetta var samt gaman. En samt svona myndir, maður þarf að horfa á til sér að því maður missir af öllu, eins og Endgame. Svo mikið að gerast. Svo mikið að gerast. Hvernig áttu að taka eftir öllu í fyrst sem horfa á það? Já, og líka, þú ert spennt fyrir einhverju mynd. Eins og Avengers, ég ímyndum að þú var mjög spennt fyrir Endgame. Já. Að þú veist eitthvað með kannski eitthvað ákveðna hugmyndu myndina, þó þessi búin að farast trailera. Svo ferða myndina, og hún er kannski svolítið öðru sem hún helst. Já. Það þarf það að melda hana og sjá hana aftur. Og gefin, kannski ef þú fær first impression myndi vera ekki góð, gefur hann annan séns, þá er það kannski miklu betri. Algjörlega, það er oft skeið. Ég kannski sé eitthvað mynd og ég er bara svona, hún er allt í lagi. Sé hann aftur, bara, wow, hún er geðveik. Já, nákvæmlega. Eða alveg öfugt, ég hef sé mynd. Ó, mér finnst það æðisleg. Svo horfði hann aftur. Það var umulig. Og ég var bara, hvernig fannst mér þessi mynd góð? Og það er kannski ekki eitthvað, það er ekki langur tíma á milli. Nei. Þetta er ekki eitthvað þegar ég var 6 ára og svo allt í 26 ára. Nei, nákvæmlega. Kannski bara 2 ár og ég bara, hvað sé, þetta er ræðileg mynd. Já. Í lokin, þá var ég að spyrja þig út í, við erum búin að tala um Marvel. Já. Og við erum búin að tala um Star Wars. Það er DC. Er eitthvað svona annað, eitthvað svona nördalegt sem þú fílar? Það er Harry Potter. Já. Lord of the Rings. Star Wars. Við erum búin að tala. Við erum búin að tala um Star Wars. Já. En Star Trek. Já. Þú treynar því? Já. En 9. Já, ekki gamla. Ég er ekki alveg gamla, sko. Nei. Ég fílaði, já. Og Doctor Who? Doctor Who. Er það ekki svolítið nördalegir? Það er bara nördalegst sem þú finnir, sko. Er það ekki? Jú.
Ég held það, sko. Mér finnst það meira nördilegt heldur en Star Trek, sko. Já. Þú þarft að horfa á þetta, flestir sem myndu horfa á þetta eru bara hvað er að þér. Já. Þetta er rosalega skrýtnir þættir. Já, ég sé brot úr þessu. Ég legg ekki í þetta, sko. Nei, já, þetta kemur út frá Tumblr tíðumbölinu mínu, þú veist hvað Tumblr er það ekki? Bammabílinn, nei, hvað? Hann er Tumblr. Já, síðan. Hann er Tumblr. What? Akkur við séð ekki? Bammabílinn í Bambi Begins. Kallaði það Tumblr. En já, þú ert svona Tumblr. Ég Batmobile bara. Hann er það, hann kallaði það Tumblr. En þú ert svona Tumblr síðuna. Já. Ég veit hvað það er, en ég þekki það samt ekki nógu vel. Nei, það er svona, þar vaksa svona fandom á þeim tíma. Já. Og þar var Doctor Who, þetta var bara annar heimur sem ég fór alltaf inn í. Þetta bara, Doctor Who, ég ætti bara fandom bara hér það, þú veist, þar. En er ekki svona tímaflast út í þessu okkur líka og alls konar eða? Jú, hann er time traveler. Hann er time traveler, einmitt. En bara þegar ég sá brotur, ég var bara eitthvað, Ég skil það mjög vel, sko. En þetta er bara eitthvað sem ég datt alveg inn í, sko. En eftir þetta spjall okkar, nú erum við að spjalla alls konar nördadót. Og þú er búin að segja frá sjálfur, ég er búin að segja hann sem mér. Heldur við séum svolítið svona hlið við hlið upp á nörda? Já, ég myndi segja það. Ég held að ég sé ekkert eitthvað mikið frá mig, ég held að þú sé ekkert mikið frá mig. Nei, ég held að ég frekar jöfn, sko. Það er svona jafnast út. Það jafnast ímest út? Já. Þú með Doctor Who. Þú er með comics. Ég með comics. Ég held það, sko. Ég held að þú er sko langt fyrir á mig, sko. Nei. En kannski fer ég ofar en ég held. Við þurfum kannski bara að taka okkur á og vera ennþá meiri nördar. Já, ángríns. Já. Það var ógeðslega gaman að fá þig. Já, bara taka frá mig, þetta var geggjað. Já, þetta var ógeðslega skemmtilegt. Og kannski gaman einhver fólk bara svona sjá kannski svolítið svona aðra hlið á þér. Allt aðra hlið. Þannig að það verður gaman að sjá viðbröð þegar ég gefi þér það. Já. Bara takk hérlega. Takk fyrir mig.